Rótarskot ný leið til að styrkja sjálfboðastarf björgunarsveitanna. Hvert rótarskot gefur græðling sem verður gróðursettur í nýja skógareitnum áramót og þau fást hjá björgunarsveitunum land allt. Tökum höndum saman og skjótum rótum. Slysavarnafélagið Landsbjörg. Kýrnar tala að hann stefnir í 560 milljónir. Vinningin heim. Viking Lotto. Með íslensku áli verða farartæki léttari og útblástur minnkar. Álið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Komiði sæl. Hér hefjum við á fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunar okkar árlegu kryddsíld. Að þessu sinni frá vinnustofu Kjarvals við Austurvöll, þar sem Jóhannes Kjarval starfaði í áratugi. Við erum með útsýn til Alþingishússins sem vel við hæfi, því venju samkvæmt forystufólk flokkanna búið að koma sér fyrir eða að koma sér fyrir. Þetta verður sem sagt hefðbundið í grunninn þótt maður viti reyndar aldrei. Við brjótum upp umræðurnar með annálum og hressilegum tónum og kynnum val fréttastofu á manni ársins. Og það ekki eftir neina bíða, yfir til ykkar, Erla Björg, fréttastjóri Stöðvar 2 og þaulreyndur Heimir Már. Já, komið sæl. Nú eru rétt 10 klukkustundir eftir að árinu 2018 sem eins og öll árið eru viðburðarík og hvert á sinn hátt. En það ekki alveg allir komnir eins og venjulega. Hér vantar við hliðina á mér Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra. En að venju kemur forsætisráðherra aðeins og seint í kryddsíldina, einhverju hluta vegna. Kemur ríkissjónvarpið þannig fram við okkur. En það ekki eftir neina að bíða að ræða við ykkur hér við borðið. Við ætlum að byrja á því að spyrja ykkur hvað ber hæst svona á árinu. Sigmundur Davíð, það þarf kannski ekki að spyrja því hvað þig og Miðflokkinn varðar. Nei, það rétt. Það var mjög gaman að fylgjast með vexti flokksins og þróun hans á þessu ári. Ég ekki að tala það. Nú varst ekki að tala það? Nei. Þú skýrar í spurningunum. Já, ég svona aðalega að tala hvað svona að fréttum af flokkum og það var náttúrulega allsambrandi ákveðin fundur sem átti sér staðina hér með Austurvöll. Já, einn af mörgum slíkum fundum sem ég hef setið meðal annars með mörg af því fólki sem við borðað hjá okkur hér. En já, það alveg rétt. Það var heilmikil umfjöllun það mál og ef að minni næri ekki lengra en nokkra vikur aftur, þá stendur það upp úr. En á því eru hins vegar mjög margar hliðar og það varpar ljósi á ýmislegt sem ég held að sé æskilegt að velta meira fyrir sér. Til dæmis því, þegar maður setur þetta í samhengi við það sem að menn segja almennt náungan á netinu, í fjölmiðlum, jafnvel hér í ræðustól Alþingis, hlutir sem að geta verið ótrúlega ljótir og ég þekki það af eigin reynslu, alveg frá því ég byrjaði í pólitík, fæ ofta að heyra það, ég sé geðveikur eða ég hengja mig eða það ég taka mig sjálfræðið og glæpamaður og allt þetta. En það hins vegar einhvern veginn bara látið viðgangast. Svo gerð ólögmætt upptaka af einhverju rausi sem að mennirnir sem voru að tala myndi ekki einu sinni sjálfur kannski mun eftir ég hafa sagt. Hefði bara svona runnið fram hjá öllu. Var það svona venjulegt að menn gleyma því bara? Ekki venjulegt í þeim skilningi, en við þessar aðstæður þá hljóta held ég flestir að hafa heyrt ýmislegt sagt sem að menn svona bara láta fram hjá sér fara. Án þess að það svo sé skrifað niður og sett í nýtt samhengi. Inga, hvað svona minnisstæðast á árinu? Við erum hérna að nefna það sem hefur gerst svona síðasta mánuðin sérstaklega. Er það minnisstæðast fyrir þér? Það var leiðilegast af þessu, en minnisstæðast náttúrulega það að þetta fyrsta árið, heila árið sem að Flokkur fólksins á Alþingi, stígum okkar fyrstu skref og endaði kannski svolítið leiðilega? Ég ætlaði nú bara, ég held ég fengi smá annál sko, smá annál, ekki bara, ég ætla ekki að dengja mig beint í lokavalsinn sko. Þannig að já, í rauninni þá búið að vera athyglivert að fá að vera með þessu frábæra fólki inn á Alþingi og það sem þið eru nú svo æst í Klausturmálið að þá held ég að það sé nú ekki lýsandi fyrir í rauninni það fólk sem starfar inn á Alþingi Íslendinga sem betur fer. Og
Já, þetta var náttúrulega bara andstyggilegt í alla staði og ætla að halda því fram að það sé vaninn að vera í svona partíum þegar þá enginn til að taka það upp. Ég ætla að leyfa mér að vona að svo sé bara alls ekki. En eins og ég segi, flokkur fólksins var að stíga sín fyrstu skref. Ég segja að það búið að vera bara frábært. Við erum búin að koma fram meiri síðan að frumvarpi sem var það lögum og hæstvirtur fjármálaráðherra kom því í gegn og það var bara æðislegt. Og ég meina, það er spyrjað hvað er minnisstæðast og það er það minnisstæðasta og það er það stórkostlegasta. Við ekki kannski að en leiðindin er ekki bara að tala þau bara næsta ári. Einum af 3 leiðtogum stjórnarflokkana. Bjarni, hvað stendur upp úr á árinu? Já, það sem að kannski einkenndi myndun þessar ríkisstjórnar var það ástand sem hafði verið í aðdragandanum og við sögðum að við vildum ná meiri svona stjórnfestu og þetta árið 2017 ár mikill af vonbrigða hvað það snerti. Þannig að mér finnst það svona eitt af atriðunum sem að standa upp úr. Fyrir minn flokk þá eru þetta kosningar á þessu ári, það má ekki gleyma því, það var gengið til kosninga hér á sveitarstjórnarstiginu og Sjálfstæðisflokkurinn komst mjög vel frá því og bætti til dæmis mikið við sig hérna í Reykjavík. Mér finnst nú gjarna hægt en að minnast á góðan árangur í kosningum. Síðan hefur stjórnarsamstarfið bara verið að slípast ágætlega og fyrir fjármálaráðherrann þá skiptir máli að fjárlaga frumvarpið fengi góða umfjöllun í þinginu en líka tímanlega afgreiðslu. Það tókst. Þetta var kannski ekki ár stóru tíðindana í stjórnmálum á Íslandi en landsmönnum gekk vel og það náði að okkur tókst að fá svona meiri ró yfir stjórnmálum. Og talandi ríkisstjórnarsamstarf, Sigurður Ingi, nú eru þið búin að starfa í rúmt ár. Hvað er svona minnisstæðast á árinu fyrir þér? Á ríkisstjórnarsamstarfinu held ég að mig bara segja að og tek undir við Bjarna, að við tekist það sem við ætluðum að reyna að ná fram, svona meiri formfestu, meiri ró í stjórnmálin sem að myndi líka smitast yfir í samfélagi sem að hefur þar leiðandi bara haft tíma til að sinna sínu og gengið ágætlega og við hefum komið mjög mörgu í gegn og svona komið mörg af stað strax á fyrsta ári og við erum auðvitað einbeitt okkur að því að byggja hérna upp innviði eftir mörg mögur ár og ef ég horfið sérstaklega þar leiðandi í mína málaflokka þá hafa þetta samgöngumálin verið allt líkjandi á þessu ári og verður það nú eitthvað áfram að sjálfsögðu. Þar kannski ber hæst að okkur tókst. Ég held að það hafi verið mjög gæfuríkt að taka ákvörðun og tillögu sem ég kom með inn í ríkisstjórn og ríkisstjórnin samþykkti að setja alltaf 4 milljarða í viðbót á þessu ári í viðhald. Ég held að allir landsmenn hafi tekið eftir því og veitt ekkert af því að við erum að fara af stað í verulegt átak í uppbyggingu innviða samgöngumála. Og í þessu fyrstu atriðinu svo reyna á öllum ykkar ánum förum í íslenskan annál. Logi, Samfylkingin slapp ekki heldur við, ég var að segja skandal á þessu ári sem tengist kannski svona þessari MeToo-umræðu og kom upp mjög fljótlega í tengslum við Klausturmálið. Nei, alls ekki. Einn af ykkar þingmönnum farin í leyfi. Alls ekki, það var mjög alvarlegt mál og vont fyrir okkur. Hins vegar er ég ánægður að við tókum þá áskorun sem að kom fram eftir MeToo-hreyfinguna að setja þessi mál í faglegan og öruggan farveg þannig að kvartanir fengju virkilega hlutlausa og faglega meðferð. Það var gert, niðurstöðan var svo að viðkomandi þingmaður var ámyndur og ákveður í framhald af því að taka stærra skref og leita sér hjálpar og aðstoðar og taka frí á meðan. Heldur það komið aftur? Það verður bara tíminn að leiða í ljós og hann verður auðvitað fyrst og fremst að svara þeirri spurningu. En þetta er snúið og flókið og í stórum flokkum eins og við flest tilheyrum og öll, að þá verðum við að vera tilbúin að glíma við hluti sem að snúa að mannlegri hegðun vegna þess að þó að mannkynið í heild sinni hafi náð gríðarlegum framförum, að þá er hvert og eitt okkar í svipari mynd og við vorum fyrir nokkur þúsundum árum og við þurfum alltaf að geta og þurfa að glíma við svona mál. Þetta var erfitt mál en að samaskapi þá sannfærir þetta mig það að það verður að hafa þessa hluti í mjög ákveðum skorðum. Þorgerður Katrín, Viðreisn,
Hvað svona minnisstæðast í pólitíska lífinu? Já, það kannski þrennt. Það fyrsta lagi sveitarstjórnarkosningar sko innan við kringum 2 ár. Á 2 árum erum við búin að upplifa þrennar kosningar, nýr flokkur og þær sveitarstjórnarkosningarnar komu gríðarlega vel út fyrir okkur. Við erum 3. stærsti flokkurinn hér til að mynda á Suðvesturhorninu, eða Stór-Hafnarfjarðarsvæðinu eins og ég oft kýs að kalla það. Við erum bæði í meirihluta og minnihluta víða land okkar fulltrúar, þannig að það var gríðarlega ánægjulegt og sýnir að flokkstarfið okkar er öflugt. Við erum að fá nýtt fólk inn í starfið og það skipulagt flokksstarfi hjá okkur og ekki síst að það er ánægjulegt að sjá fullt af ungum konum koma til liðs við flokkinn. Þannig að það kannski stendur upp varðandi Viðreisn sem slíka en síðan í öðru lagi að það sem stendur upp og kannski árun bara hvernig það árið hófst og hvernig því lauk. Með MeToo umræðu strax frá upphafi og síðan hvernig árið í rauninni rammaðist inn. Og ég held að það er hægt að fara yfir alls konar mál en ég held að skipti mestu máli þessi áskorun fyrir stjórnmálin. Hvernig við tökum á þessum máli, hvernig vinnustaður hérna hinum megin verði alvöru vinnustaður og við tökum á þessu þannig að einmitt að ekki síst ungar konur sjáu tækifæri og í því að vinna í stjórnmálum. Af því að bara að horfa hérna yfir þetta borð, þetta fólk það er gott að vinna með því þó við séum í stjórnarandstöðu. Það er gaman í stjórnmálum. Þannig að við þurfum að vinna á því, það er í öðru lagi og síðan kannski í 3. lagi og þá kemur ég að þeir sem að... Þetta verður þessi Jón Baldvin. Já, ég áttaði mig á því, en þannig þetta. Ég ætla að koma að þessi 3 punktum og þú þekkir hann nú vel og ég ætla að koma að 3 punktunum að sem að ég líka gagnrýni á meðal annars ríkisstjórnarflokkana, ekki síst þá. Það sem að ég er að heyra núna, ég er að heyra bæði Katrínu og Bjarna að tala stöðuleika í stjórnmálum. Þetta snýst allt stöðuleika hjá ríkisstjórninni. Þetta séu ólíkir flokkar, það verður að selja ykkur þessa mýtu, þetta séu ofslega ólíkir flokkar. Þetta er ekkert ólíkir flokkar. Eina sem er ólíkt hjá Vinstri grænu þegar voru á móti NATO, þeir eru búin að kyngja því. Þannig að allt annað er tiltölulega líkt með þessu flokkum. Við vorum að upplifa til dæmis ljósmæðraverkfall. Það sem er algjörlega eins tæklað eins og gömlu flokkar. Þannig að þetta eru svona kerfisflokkar og það er það sem kemur ekki á óvart. Halldóra Mogensen, þú hér fyrir Pírata. Hvað er minnisstæðast í pólitík Pírata í þínum huga nú þegar árið er að líða? Já, ég tek undir með Þorgerði Katrínu varðandi sveitarstjórnarkosningarnar. Það var náttúrulega bara flott fyrir Pírata líka, kom vel út. Við fengum annan fulltrúa í borginni og svo einn í Kópavogi líka. Og mikið af ungum konum sem eru að koma inn sem er bara ótrúlega flottur árangur. En það er bara áhugavert að heyra hvernig verið að tala að það sé markmið ríkisstjórnar að ná einhverju staðfestu og ró. Þetta er í raun og veru bara engar breytingar þarna og svo er verið að í staðinn fyrir að við ættum í raun og veru að tala hvernig getum við eflt traust á Alþingi. Og meðal annars þá horfum við á stór mál eins og lögbannið á Stundina og stóra akstursmálið og fullt af svona hneykslismálum sem eru búin að koma upp og alltaf verða sama sagan. Það er alltaf varpað ábyrgð einhvern frá, það var vantraust á dómsmálaráðherra fyrir árinu sem að Vinstri grænu vörðu sem var stórfurðulegt og þarna eru mál sem við ættum að vera að tækla til þess að efla traust á Alþingi en í staðinn þá hefur verið að tala fyrir að halda einhvern staðfestu og ró. Hvað þýðir það? Já. Þetta er það sem Það þýðir traust og það kannski... Maður þarf að ávinna sér það. Já, kannski stöðuleiki svona jákvætt hlagð og það kannski ekki vont að hafa stöðuleika almennt. Eins og við sjáum þá er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ekki ennþá komin til okkar. Hún er að ljúka, svona vonandi búin að ljúka ávarpi sínu til þjóðarinnar sem að þarf endilega að vera að taka upp á þessum tíma. En Erla? Já, við erum búin að fá að heyra svona hvað stóð upp úr hjá ykkur svona í fyrstu hugsun. En Fréttastofa tók saman innlendan annál og við skulum sjá til dæmis hvað gerðist á árinu. Fyrsta ár nýrrar ríkisstjórnar er að ljúka. Ólga á vinnumarkaði, náttúruhamfarir og slys voru meðal helstu frétta á árinu sem er að ljúka. En árið hófst meðal annars á þessum orðum forseta Íslands. Og víst er það áhyggjuefni. Hve illa hefur gengið á Íslandi að safna í sjóði þegar vel árar. Er þetta eitthvað í þjóðarsálinni? Eitt fyrsta málið sem Fréttastofan fjallaði var áramótaheit Ásmundar Friðrikssonar, en hann sagðist hafa strengt þau heit að ganga suðurkjördæmi enda á milli. Mánuði síðar var opinberað að Ásmundur hafði hæsta aksturskostnaðinn 2017 eða 4,6 milljónir. Keyrirðu svona mikið? Já, það er bara samkvæmt akstursbók sem ég skila í hverju mánuði. Hart var sótt að Sigríði á Andersen dómsmálaráðherra upphafi ársins vegna skipunar dómara við héraðsdóm. Hæstiréttur staðfesti í lok síðasta árs að dómsmálaráðherra hefði brotið á rétti nokkurra umsækjenda. Sérðu fyrir þér að axla eitthvað frekari pólitíska ábyrgð, segja að þér?
Því ég hef náttúrulega bara gengið gegnum kosningar og þannig hinn pólitíska ábyrgð. Hér hefur orðið algjört trúnaðarrof. Borin var upp vantrauststillaga Samfylkingar og Pírata á Sigríði á Andersen sem var felld með 33 atkvæðum gegn 29. Og ég hef sjálf, hvorki sem stjórnarandstöðuþingmaður né sem ráðherra í ríkisstjórn kalla sérstaklega eftir afsögnum ráðherra af þessum tilefnum. Ljósmæður tókust á við fjármálaráðherra hver sín á árinu og náðu niðurstöðu eftir margra mánaða karp og það sama á við grunn- og framhaldsskólakennara. Verkalýðsfélögin brýndu hnífa sína fyrir veturinn, enda 100 kjarasamningar lausir og eftir áramót. Við getum farið í skærum. Það hægt að loka uppskipun með því einu að senda nokkra tugi manns í verkfall. Átök og ólga var innan verkalýðsforystunar. Gylfi Arnbjörnsson steig til hliðar sem forseti ASÍ og Drífa Snædal tók við. Sólveig Anna Jónsdóttir tók við sem formaður Eflingar, annars stærsta verkalýðsfélags landsins. Stjórn Sjómannafélags Íslands gerði allt það sem hún gat til að koma í veg fyrir að Heiðveig María Einarsdóttir gæti boðið sig fram til formanns félagsins. Hún var rekin úr félaginu og málið fór fyrir félagsdóm. Þetta bara ekki boðlegt, þetta kolólegt að okkar mati. Þriðja árið í röð gengu Íslendingar að kjörkössunum. Politics is just a game. En í þetta skipti voru það sveitarstjórnarkosningar en ekki alþingiskosningar. Í borginni hélt meiri hlutinn velli þegar Viðreisn steig inn fyrir bjarta framtíð sem bauð ekki fram. Dagur var áfram borgarstjóri. Það gustaði mikið Orkuveitu Reykjavíkur í ár eftir að Áslaug Thelma Einarsdóttir steig fram en henni hafði verið sagt upp störfum og sakaði hún framkvæmdastjórann kynferðislega áreitni og var Bjarni Már Júlíusson rekinn frá Orku náttúrunnar. Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunar steig til hliðar á meðan innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði úttekt á vinnustaðamenningu og ákveðnum starfsmannamálum. Niðurstaðan var að ekkert væri að vinnustaðamenningu Orkuveitunar. Allt ætlaði koll að keyra þegar upp komst að kostnaðar við endurbyggingu bragga í Nauthólsvík hafði farið 300 milljónum fram úr fjárhagsáætlun. Innri endurskoðandi tók málið til skoðunar og var harðorður í skýrslu sem var gefin út skömmu fyrir jól, þar sem framkomu margar brotalamir í stjórnsýslunni. Bragginn var langt frá því að vera eina framkvæmdin á vegum Reykjavíkurborgar sem fór fram úr fjárhagsáætlun. Umferð stöðvaðist og vatnstjón varð víða á höfuðborgarsvæðinu í dag. Nú úti veður vott, verður alltaf klessu. Og svo gula lét lítið fara fyrir sér í sumar, að minnstakosti á sunnan og vestanverðu landinu. Mér skilst að við séum að slá einhvers konar aldarmet í sólarleysi í Reykjavík. Og náttúran myndi á sig eins og svo oft áður. Íbúar í Grímsey hafa orðið misvari við skjálftahrinuna sem enn í gangi. Gríðarstór skriða féll úr Fagraskógarfjalli í Hítardal í sumar, sú stærsta frá landnámi. Við fengum ekki að fara að skriðin í dag þar sem lögregla lokaði svæðinu vegna öryggis. Þetta bein afleiðing af þessum miklu rigningu. Hekla, Bárðarbunga, Grímsvötn, Katla og Öræfajökull, 5 af öflugustu eldstöðum Íslands sýna allar þess merki að vera undirbúa eldgos. Og svo hófst Skaftárhlaup, eitt það stærsta í sögunni. Við sjáum hvernig hlaupið lemur á hrauninu. Samgöngumál voru reglulega í umræðunni á árinu. Ríkisstjórnin samþykkti að auka 4 milljarða króna fjárveitingu til framkvæmda og ráðherra lagði til vegtolla Skipaleiti og Hvalfjarðargöngin urðu gjaldfrjáls. Tilkynnt var að umferð yrði hleypt á Vaðlaheiðargöng í desember og tíma héldu menn að farþegaskipið milli lands og eyja fengi nafnið Vilborg. Við höfum ekki hugmynd það að það væri uppi ykkur áform að breyta nafnið á ferjunni. Og samgönguáætlun leit dagsins ljós. Samgönguáætlun veitir svona það. Hvar verði malbíkað, hvar verði brúað, hvar verði græfum göng. Og ekki bara á næstu 5 árum, heldur á næstu 15 árum. En það er hætt við að margir verði fyrir vonbrigðum. Umferðin tók sinn toll á árinu og létust 18 í 15 umferðarslysum. Margir stórir brunar urðu á árinu sem að líða. Sá stærsti síðari ár í iðnaðarhúsnæði þar sem fyrirtækin geymslur og æsver höfðu starfsemi. Tjónið í þessum brunum hleypur á milljörðum. Alvarlegasti brunin var við Kirkjuveg á Selfossi þegar eldur kom upp í einbýlishúsi. Karl og kona sem voru á efri hæð hússins létust. Tvennt var handtekið á vettvangi þar sem grunur var að eldurinn hafi kviknað af mannavöldum. Landhelgisgæslan bjargaði áhöfnum 2 skipa. Annars vegar 11 manns af Frosta eftir að eldur kom upp í skipinu og svo 15 manns af Fjordvík sem strandaði í innsiglinguna Helguvíkurhöfn. Netfjöldi ferðamanna kom til Íslands í ár þó hægst hafa á vextinum. Þrátt fyrir eitt besta ár ferðaþjónustunnar ströggluðu íslensku flugfélögin. Þetta hefur orðið tilefni til vangaveltna hvaða áhrif það hefði ef annað hvort þessara flugfélaga eða bæði myndu lenda í rekstrarvanda.
4 ráðuneyti hafa nokkurt skeið unnið að gerð viðbragðsáætlunar vegna áfalla í rekstri mikilvægra atvinnufyrirtækja. Icelandair tapaði háum fjárhæðum á árinu og hver afkomuviðvörunin rak aðra. Primera Air fór á hausinn í haust með tilheyrandi vandræðum fyrir flugfarþega. Við vorum að vonast til þess að geta að bjarga langtíma fjármögnun fyrir félagið. WOW Air lenti í miklum fjárhagsvandræðum og tíma var ekki öruggt að félagið héldi flugi. Icelandair tilkynnti kaup á öllum hlutabréfum félagsins en þau kaup gengu ekki eftir. Indigo Partners sýndu flugfélaginu áhuga og hafa tilkynnt að þau muni fjárfesta í félaginu fyrir tæpa 10 milljarða. WOW Air þurfti þó að ráðast í sársaukafullan niðurskurð þegar á 400 var sagt upp. Eigandinn kennir sjálfum sér Því miður þá voru þetta mikil mistök. 2 reyfarakennd sakamál kom upp á árinu. Í byrjun árs varð Sunna Elvíra Þorkelsdóttir þjóðþekkt eftir mikið áfall, en hún féll niður 4 metra á heimili sínu á Malaga á Spáni, með þeim afleiðingum að hún lamaðist fyrir neðan brjóst. Málið var þó mun flóknara því fyrrverandi eiginmaður hennar var flæktur í umfangsmikið fíkniefnasmygl sem kennt við Skáksamband Íslands. Ég átti engan þátt í þessari sendingu. Brotist var inn í 3 gagnaver þaðan sem stólið var verðmætum tölvubúnaði sem ætlað var að grafa eftir Bitcoin rafmynt og verðmæti þýfisins sem aldrei hefur fundist metið á 200 milljónir króna. Sindri Þór Stefánsson einn þeirra sem sat tíma í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Í apríl fór hann frá fangelsinu að Sogni í skjóli myrkurs og flúði land, en hann náðist þó nokkrum dögum síðar. Sindri var samkvæmt heimildum fréttastofu handtekinn á bar skammt frá aðallestastöðinni í Amsterdam. 9 einstaklingar stigu fram og kærðu meinta misnotkun starfsmanns barnaverndar. Karlmaður á 50-aldri sem starfaði með börnum og úlingum hjá Reykjavíkurborg hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu viðurkenndi mistök vegna málsins og steig yfirmaður kynferðisbrotadeildar til hliðar. Ákært var í 4 málum og var dómur kveðinn upp í sumar. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði í morgun mann af ákæru brot gegn 4 börnum. Tómas Möller Olsen var dæmdur í 19 ára fangelsi í Landsrétti í dag fyrir að hafa orðið Birnu Brjánsdóttur að bana. Dómurinn með þyngstu refsidómum sem hafa verið kveðnir upp hér á landi. Fleiri dómar féllu á árinu í málum þar sem menn voru dæmdir fyrir að verða öðrum að bana á árinu 2017. This woman died in hospital. 2 menn voru handteknir á bænum Gýgjarhóli í Biskupstungum í lok mars vegna dauða manns. Að sögn yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á Suðurlandi eru ummerki átök á vettvangi. Öðrum var síðar sleppt úr haldi en hinn var ákærður fyrir morð. Valur Lýsson var dæmdur í 7 ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands í dag fyrir að verða bróður sínum að bana. Tímamót urðu í lok september þegar Hæstiréttur sýknaði 5 sakborninga af ákærum að hafa orðið Guðmundi Einarssyni og Geirfinni Einarssyni að bana árið 1974. Mál Erlu Bolladóttur hins vegar ekki lokið. Þetta ekki búið, sigurinn ekki fullnaður. Umtalaðasta fréttamál ársins kom upp í nóvember þegar að upptaka náðist af samtali 4 þingmanna Miðflokksins og 2 þingmanna Flokks fólksins. Óráð sjal, ummæli samstarfsmenn á þingi og annað fólk og fyllir í þingmannana gekk fram af þjóðinni sem krafðist afsagnar þeirra. Þingmenn Flokks fólksins fóru reknir úr flokknum og 2 þingmenn Miðflokksins fóru í ótímabundi leyfi. Ég kannski bara sækja því að horfa til svipa hluta þegar ég fara á því handa. 2 héldu áfram störfum. Þingmenn Miðflokksins drógu uppljóstraraðan Báru Halldórsdóttur fyrir dómara þar sem þeir töldu að brotið hefði verið á réttinum til einkalífs en hefðu ekki erindi sem erfiði. Þá steig Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinnar, tímabundið til hliðar eftir að upplýst var að hann hefði átt í óeðlilegum samskiptum við konu síðastliðið sumar. Þetta var aðeins brot af þeim fréttum sem bar hæst á árinu sem senn á enda. Nei, ég segi það. Já, þetta var brot af fréttum ársins og það svo skrítið að þegar maður fyrir að taka saman fréttirnar þá rifjast meira upp og það gerðist nú talsvert meira á árinu heldur að mig myndi til dæmis. En þarna í lokin þá svona pólitískir skandalar, svo litið áberandi að verður að segjast og við svona komum aðeins inn á það mál áðan og þingmenn hafa talað að það sé erfitt andrúmsloft á þingi eftir þetta allt saman komið upp. Logi, hvernig andrúmsloftið núna, hvernig líður ykkur á þingi? Nei, ég meina þessir atburðir sem var fjallað hérna áðan, þeir höfðu áhrif og þetta vinnustaður
Og það eðlilegt að það hafi verið fyrst og eftir mjög flókið og erfitt. En þetta venjulegur vinnustaður? Þetta ekki venjulegur vinnustaður, þetta vinnustaður og við vinnum mjög mikið og náið saman, miklu meira heldur fólk gerir sig grein fyrir, þvert á flokkslínur og við erum algjörlega háð því að eiga í góðu sambandi við hvert annað. En ég held að á endanum þá áttum við okkur líka öll á því að þó við viljum stefna í sitthvora áttina með þjóðarbúið að þá höfum við líka bara stórum skyldum að gegna. Það komu inn á síðustu dögum þingsins mjög stór mál, fjárlög, veiðigjöld, samgönguáætlun og annað og það var auðvitað ekkert annað að ræða heldur en bara bíta í skjaldarendurnar og halda áfram að vinna. Síðan það bara stórt viðfangsefni okkar allra að laga menninguna í samfélaginu og ekki síður inn á þingi. Það má gera ríkari kröfur til stjórnmálamanna heldur en annars fólks og þess vegna auðvitað trúin og traustið á Alþingi lítil vegna þess að þessi mál koma illilega við þjóðina en við þurfum líka að standa undir annars konar trausti og það traust sem að lítur að því að við efnum það sem við lofum eftir kosningar. En skilin á milli starfs og einkalífs hjá þingmönnum, eru þau mjög óljós eða eru engin mörk, Þorgerður? Ég myndi segja að þau eru óljós, þetta svolítið hvernig maður vinnur þetta líka sjálfur. En ég tek undir með Loga, það sem að blasir við okkur sem hér, náttúrulega erum í forystu flokka sem að sitja við borðið, við þurfum að gera þingi þannig að þetta verði þessi aðlaðandi vinnustaður. Ég nokkuð reynslu í pólitík og ég kom aftur eftir að hafa hætt og það ekki út af ástæðulausu, af því það eitthvað heillandi við þennan stað. Það er gott fólk í öllum flokkum og við þurfum að vera meira dugleg við það að reyna að laða fram það jákvæða sem í stjórnmálum. Það bara taka þátt í svona mennsku starfi. Þetta líka ómennstarf, vissulega, en það líka mennska sem allt kring hana. En síðan á móti kemur að við þurfum líka í samvinnu við forseta þingsins að skipuleggja þingið upp á nýtt. Þetta gengur ekki og það það sem maður sér svona eftir þessa reynslu. Við erum ennþá með gamla sama skipulag. Þingfundur að hefjast klukkan 3 á daginn. Það alltaf miðað við það að þetta sé einhverju kallar sem koma ekki heim í matinn, eigi ekki börn. Það líka nefndafundur á morgnana. Já, ég held að við þurfum að skipta þessu. Við þurfum að breyta þessu og við þurfum að líka að skoða það ákveður kom ekki fleiri þingmál til afgreiðslu. Ákveður situr meirihluti. Það engin breyting á vinnubrögðum í þinginu. Það meirihlutin stoppar mál í nefndir sem koma frá minnihluta þó þessi mál sem ekki með fjárútlát fyrir ríkissjóð eða eru bara svona pólitísk mál sem að vera gaman að fá að taka umræðum inn í þingsal og afgreiðslu og það bara þeim hafnað eða samþykkt. Þannig að það þetta sem að mér finnst að við þurfum að fara að skoða þessar áskorunir bara nútímans, 21. aldran. Sigmundur Davíð, við verðum ónefndir að tala eins þetta mál, það var ekki svo miklu athygli og umræðu. Þið, þingmenn Miðflokksins, virðist ætla að fara í málaferli við Báru Halldórsdóttur. Það ekki svolítið svona eins og að bera hrís í eigin bálkost? Þú átt við að það búin að vera svo mikil umræða þetta að við hljótum að vilja að þakka niður umræðana. Nei, þetta snýstu þetta það að upplýsa málið. Er auðmýkt? Hvað segirðu? Er auðmýkt? Þetta ofnotaðasta orðið í íslensku stjórnmálum vegna þess að sérstaklega notaða stjórnmálumönnum sem eiga auðmýkt síst til. Og skilgreiningin á þessu orði virðist einhvað hafa misfærist á undanförnum árum. En þetta snýst einmitt að upplýsa málið í heild. Og það ákaflega sérkennilegt að fólk sem telur sér heimilt að brjóta lög, brjóta mannréttindi í rauninni, til þess að upplýsa allt, jafnvel einkasamtökum eitthvað fólk út í bæ sem kemur málum ekkert við og skaða það fólk með því, að það fólk skuli svo leggjast gegn því að nýttar séu til dæmis löglegar upptökur, myndbandsupptökur, til þess að sýna heildarmynd málsins. Hvað er það? Það er upptökur af staðnum sem að þetta gengur allt út á það sem þú kallaðir málaferli. Minna löglegar upptökur sem til eru. Hvaða löglegar upptökur eru það sem ekki eru notað? Úr öryggismyndavélum. Út á það gengur málið, það sem þú kallaðir málaferli. Það gengur einfaldlega út á að fá heildarmyndina, upplýsa málið. Málaferli snýst það að fá aðgang að upptökum úr öryggismyndavélum. Já, fá upplýsingar það sem raunverulega gerðist og það á ýmislegt eftir að koma í ljós í þessu máli, varðandi heildarmynd. Ertu að vísa til þess þegar borgarfulltrúar þeir voru líka inn á staðnum saman kvöld? Ég var ekkert sérstaklega að vísa til þess, en það er eitt dæmi, já. Það er til dæmis mjög áhugavert. Heldur að þeir hafi setið þar og talað illa konur og svo aðeins? Það er mjög áhugavert.
Ég ætla ekki að fara að rekja það hvað þau sögðu. Ég geti gert það ef við ætlum að fara í þann gír. En þú semst heyrðir þeirra samtal? Ég spjallaði við þau, sátu við hliðina á mér. Og það er mjög áhugavert að það til dæmis allt skulle hafa verið klippt út. Og allt sem á einhvern hátt skýrt umræðurnar eða talist jákvætt var klippt út. Og þetta gert fyrst og fremst að pólitísku máli og mér finnst mikil synd hvernig þingið eða forseti þingsins meðal annars hefur haldið á þessu máli. Nú eru reyndar allir forsætisnefndarmenn búnir að lýsa sig og vanhæfa. En þá boðar forseti þingsins það að hann ætli sér að breyta lögum til að geta haldið málinu áfram. Með öðrum orðum, hann ætlar að efna til annarra pólitískra réttarhalda. Hann var nú drifkraftur í þeim fyrri. Býta aðeins, ég ætla að klára þetta. Hann var drifkraftur í þeim fyrri. Nú ætlar hann að breyta lögum til að geta efnt til nýrra pólitískra réttarhalda þar sem hann ætlar þó sjálfur að fá að vera í dómarasæti. Ég vona að ég hefði brugðist öðruvísi við ef aðrir þingmenn hefði átt í hlut, ef þetta hefði verið einhver annað af þessum samtölum sem ég hef nefnt hér áður. Ég held ég hefði gert það, vegna þess að ég hef engan áhuga því að heyra allt það sem að menn segja um mig þegar ég er fjarstaddur og ég líti á það sem prinsippmál að menn verji mannréttindi meira að segja stjórnmálamál. Halldóra, þú hlærð? Nei, ég er bara það svo erfitt að sitja undir þessu. Halldóra, ég er með það að segja. Menn verður að taka ábyrgð á orðanum sínum. Þú veist, þetta er bara hvort sem þetta sé tekið upp og þið eru þarna á opinberum stað, þið eru á bar, þannig að það er engin friðhelgi þarna og það er talað svo hátt að það heyrist yfir allan barið. Þannig að, og þarna kemur í ljós alveg gífurlega mikið svona kvenfyrirlitning. Er bara í lagi að tala svona svo lengi sem enginn sé að taka það upp og enginn heyri. Mér finnst þetta bara eiga mjög mikið erindi til almennings að vita hvernig þjóðkjörnir einstaklingar, þingmenn, tala helming þjóðarinnar, konur og fatlaða og aðra minnihlutahópa, hvort sem að það sé, og þú veist, þetta er ekkert bara eitthvað enga erindi þeirra einstaklingar sem voru þarna, þetta á bara erindi við okkur öll og þetta þarf að koma upp á yfirborðið og það var svo sem ágætt við þetta hefði alltaf hörmulegar afleiðingar, en það sem að kemur mest á óvart er að í staðinn fyrir að taka ábyrgð á þessu og segja bara að þetta er ekki í lagi, þarna höguðu menn sér bara mjög illa og segja af sér. En í staðinn þá að varpa frá allri ábyrgð og reyna að gera upptökurnar tortryggilegar og fara í málsókn við konuna sem tók þetta upp. Það er ekki málsókn í gangi, sko. Það er allt og margar rangfærslur í þessu. Það er ekki hægt að vera með stöðuga skynhelgi og það sem að mér finnst standa upp úr þessu máli er skynhelgin og tvískinnungshátturinn. Að hlusta hér á marga félagamanns sem að maður hefur setið með við svipar aðstæður og hlustað á að segja jafnvel dónalegri og grófari hluti. Hvað félag? Sko, ég er bara að félag að ég hef aldrei verið í partí. Ég veit það, ég er ekki að tala um þig. Og nefnir einhver af þessum mönnum sem ég skal gera það, ég er búin að bjóðast til þess að mæta fyrir... Þetta var innantóm blaður hjá þér eins og haga þér. Nei, þú ert alltaf bara eins og þú heyrir það hjá hverju. Já, komdu bara með það, út með það. Ég er búin að segja frá því að ég sé tilbúin að mæta fyrir siðanefndina og rekja það ef að menn langar raunverulega að færa stjórnmálinn yfir í það. Við höfum umræðum það, við höfum formulega umræðum það hvað stjórnmálamenn segja í engasamtölum. Þá bara gerum við það. Þetta er greinilega hittamál sem þarf að ræða, en hingað er komin Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Búin að lesa gott ávarp í einni atriðinu eða hvað? Í einni atriðinu. Ég er svolítið að spá hvort ég sé með marga púða undir mig. Ég er sem núna að byrja þetta á því að taka eitt púða og setja mig aðeins niður. Er þetta ekki betra? Ég líður aðeins betur núna. Meira á venjast. Ég veist ég alltaf að vera orðin óstór. En tekur ekkert eftir bauninni. Ég held að það er svona prinsessun á bauninni. Já, er það? Hamstu fyrir henni? Þú ert næstu jafnstóra Bjarni. En svona, við ætlum ekkert að fara að fá ávarpið fyrirfram. Nei. En svona, hvað stendur upp úr hjá forsætisráðherranum á árinu þegar við erum búin að vera að ræða það hér áður en þú mættir? Hvað stendur svona upp úr bæði, kannski, svona í pólitíkinu og svona almennt í fréttum? Já, þér, þegar árið er að líða. Mér finnst nú svo erfitt, sko, í þessum nýja heimi þar sem hlutinni gerast svo hratt, þá finnst mér ég ekkert muna eftir árum, sko. Ég man bara eina viku eftir í tíman eiginlega, því það gerist allt svo hratt, en ég þér í stóli forsætisráðherra. Mér finnst þetta ár hafa mörguleyti verið mjög gott fyrir íslenskt samfélag. Ég hef nú verið að benda á það, þetta sjáum við ákveðin teiknaloft í efnahagsmálum, það er að hægjast á vexti í efnahagslífinu og það gefur okkur líka tækifæri til þess að ná ákveðinu jafnvægi, en það er líka krefjandi viðfangsefni því við þurfum að stóra verkefni framundan er að tryggja almennan lífskjarabata í landinu samhliða því að það hægjast á vexti efnahagsmála
Stóru verkefnin á árinu, ég hlýti þetta að nefna aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem ég tel gríðarlega mikilvægt verkefni. Fyrsta aðgerðaáætlunin þar sem við erum að horfa til orkuskipta í samgöngum og aukinnar kolefnisbindingar. Þessi áætlun verður auðvitað endurskoðuð reglulega og veitir ekki af. Við fengum auðvitað svarta skýrslu á Sameinuðu þjóðunum. En hefur áhyggjur af því að þjóðir heims sé ekki að taka þetta mál nú alvarlega? Auðvitað hef ég áhyggjur af því. Ekki að það sé ekki að taka það alvarlega, en þetta er stórt og mikið viðfangsefni og ég tel að við getum þar lagt ýmislegt af mörkum með okkar endurnýjanlegu orkugjafa og með okkar samfélag sem hefur sýnt það svo oft að það getur þegar við tökum höndum saman náð markverðum árangri. Þannig að ég held að við höfum heilmikil tækifæri líka í því að miðla því til heimsins. En auðvitað er þetta alveg gríðarlega flókið úrlausnarefni sem við stöndum frammi. Já. Og hérna, svona að öðrum fréttum, þú náttúrulega ekki, þú ert búin að sitja forsætisráðherra ár. Bæði eru mál hér innanlands sem þið eru að takast á, en þú fórst nú líka við það á árinu í embættisverkefnum. Er eitthvað þar sem að stendur upp úr? Auðvitað fórst í þessum loftslagsmálum og öðrum málum, þú hittir fullt af fólki sem að við hinn sauðsvörtu almúi erum ekki að hitta daglega. Þetta er allt fólk bara, Já, hittir Angelu vinkonu? Já, við hittumst tvisvar. Hún er mjög hress. Hún er óvænt hvað hún er hress. Veit hún eitthvað um Ísland? Já, hún sagði að hún hefði hún er útivistarmanneskja og hann langar að koma til Íslands til þess að leggjast í útivist, svo ég ákvað til þess að selja henni þetta að ég væri mikil svona göngugarpur, þannig að ég er að reyna að fá hann hingað í göngu. Við skulum sjá hvað setur. Hún er auðvitað að fara búin að láta af embætti formanns síns flokks og búin að tilkynna, þetta er mjög þýst, að hún ætli að vera kanslari til þessa árs. Það er eins þýst og það getur orðið. Það róast hjá henni. Þannig að það væri nú gaman að fá hann í heimsókn. En það er auðvitað bara merkilegt að fylgjast með stjórnmálum á alþjóðasviðinu og það eru auðvitað rosalega breytingar, hriktir í víða. Við sjáum auðvitað Bandaríkjaforseti hefur það áhrif að heilu fundirnir hverfast bara hans persónu. Við sjáum það. Þú hittir hann? Já, ég hitti hann. Bestu partanir úr því eru gemdir fyrir ævisöguna, þannig að þeir kom ekki hér í dag. En við ætlum svona að reyna að fara einmitt hringinn og eftir að við vorum einmitt að rifja upp fréttir ársins. Bjarni, þetta sem við erum búin að vera að ræða hérna, klaustusupptökurnar og skandalarnir síðustu mánuði. Já. Hefur þetta engin áhrif? Jú, ég held að, ef ég á að segja alveg svo þá er ég komið með hundleið á þessu máli. Ég skil alveg það sem að Sigmundur Davíð er að benda á og til að vilji menn láta reyna á rétt sinn til þess að kalla fram frekari gögn og upplýsingar að þá sé mjög hæpið að menn reyni einhvern veginn að leggja stein í götu þeirra. En einhver kynni að halda að ég vildi bara helst framlengja þessa umræðu og það væri bara einhvern veginn athygli væri bara þarna. Ég hef bara engan áhuga á því. Ég held að flest fólk sem er að stunda vinnu og reka heimili og ala upp börn og er að fást við alls konar krefjandi verkefni út í samfélaginu, það fái bara nákvæmlega ekki neitt út úr þessar umræðu sem ekki þegar komið fram. Nei, það verður að varta þeim boltar fram. Hefur þú setið á svona fundum með öðrum stjórnmálamönnum? Ég ætla bara að segja að ég held að þetta fólk hafi væntingar til þess að stjórnmálin fari að skila einhverju fyrir öll þessi erfiðu verkefni sem að fólk er að fást við út í samfélaginu. Og meðan við erum föst í einhverju svona, þá gerist ekkert í hinu. Ég náði ekki alveg spurninginu. Nei, ég meina, Sigmundur hefur verið að segja að hann hefur setið fundið með öðrum og stjórnmálamönnum sem svona töluðu og væri með sóðakjaft. Hefur setið líka fundið? Þetta væri óheiðarlegt að segja ekki að maður hafi oft setið fundið þar sem hefur verið að baktala aðra stjórnmálamenn og lýsa því að hann sé nú ekki nógu góður og þessi sé nú upprennandi og svo framvegis. En ég ætla hins vegar ekki láta stimpla alla slíka fundi sem maður hefur setið á með þeim hætti að þar hafi verið bara viðstöðulaus Sóðakjaftur? Já, þú sagðir það? Ég sagði það. Já, ég meina, enda held ég að þeir sem í hlut áttu hafa allir þegar stíðið fram og sagt að þeir biðjist afsökunar á því og það sé óverjandi. Hins vegar ef að er verið að vísa í það að stundu koma menn saman og tala um það sem er að gerast í öðrum flokkum og einstaka leikmenn í hinnum ýmsu embættum, já, auðvitað, það er að gerast í hverri kaffistofu og út allan bæ að menn eru að spá og spekulera í fólk og málefni. En þetta mál, þá er ég bara þeirra skoðunar, ég er alveg búin að fá nóg af þessu máli. Ég hef engan áhuga að framlengja umræðu um það og mér finnst að ýmsir palladómar og ég hef verið beðin að lýsa minni skoðun á þessu. Ég hef bara áhuga á því að þingið fari að
að starfa í þágu mála sem að brenna á fólki í landinu. Ég hef miklu meira áhuga á því. Inga, ertu sammála, eigum við að fara setja þetta bak við okkur og halda áfram? Nei, það vantar náttúrulega að setja punkti við þetta mál og það eru fleiri vinklar sem að hægt að líta inn í hvað þetta varðar og til dæmis þessar talandi gögn og fá nánari upptökur og annað slíkt. Ég veit ekki alveg hvað verið að meina með því vegna þess að staðreyndin er svo að þetta var á upptöku. Það eru öll gögn sem liggja fyrir nú þegar. Málið bara það að stór hluti af þessu var hreinlega klipptur burtu til þess að hlífa okkur, almenningi og öðrum í landinu við að heyra hvernig börnin eru búin til og annað slíkt sem er nú bara einum og langt gengið og það er ekkert sem og til dæmis þetta að siðanefnd Alþingis að skuli vera að gera forsætisnefnd þannig úr garði að siðanefnd Alþingis eigi ekki geta fjallað málið er náttúrulega bara í mínum huga hálfgerður fíflaleikur vegna þess að auðvitað er það siðanefndin sem á að fjalla þetta mál. Auðvitað er það siðanefndin sem komið með öll þessi gögn og auðvitað var þetta andstyggilegt hvað framfór á þessum bar í 3 klukkutíma og næstu í 4 af einhverjum blindfullum köllum sem voru að tala illa menn og samstarfsmenn sína. Ok. Nei, ég meina þátturinn er marg skiptur, við þurfum að koma öllum að og svo framvegis, Inga mín. Ég skil það vel, en skál í vatninu, ég hefði nú haldið að maður mætti nú kannski Sigurður Ingi, bara örstutt Sigurður Ingi næstum að bleifa þér, Sigmundur Davíð, þið verður beina þér skotum, ekki taka allan þáttinn, þetta taktu bara 1 mínútu, komdu að einhver aðtöðsend. Já, það er saman. Já, í alvöru. Þú vildi segja, komið einhver aðtöðsend? Já, má ég geta það? Já, bara örstutt. Takk. Er það alveg tvíleikurinn? Nei, ég ætla ekki að gera miklu aðtöðsendir við það sem að Inga segir. Hún er reið og allt með það. Ég er bara að ítreka það að við hljótum að vilja, ef þetta snýst allt að greina það hvernig menn höguðu sér og allt og dæma út frá því, þá hljótum við að vilja fá heildarmyndina. Og þetta var bara fyrirlutin, en ég ætla samt að vera fljótur. Hitt snýra því sem að Bjarni sagði og ég er í sjálfu sér algjörlega sammála það, þó ég sé ekki sammála á sömu forsendum, en ég er sammála það að það er stórskaðlegt fyrir pólitíkina ef að við festumst aftur og aftur í einhverjum svona málum í stað þess að ræða það sem að skiptir raunverulegu máli fyrir almenning. Þau máli eru við Bjarni kannski ekki fullkomlega sammála, en það er hárrétt hjá honum að það er skaðlegt fyrir það starf sem stjórnmálamenn eiga að vinna ef að umræðan snýst ekki málinn sem skipta. Formaður elsta stjórnmálaflokks landsins og samgönguráðherra, hvað segir þú allt þetta? Þessi áhrif, alltaf umræðan þegar greinlegt að hún hefur að minnstakosti áhrif á sálarlíf þeirra sem hér við þetta borð sitja. Og hvað sem menn segja, þó séu orðin leiður umræðinu eða ekki, eftir orðin leiður á henni, ég veit það ekki, fólki út í þjóðfélaginu er ekki orðin leitt á henni. Sko, staðreyndin er þetta svo að þetta hafði verulega áhrif á störf þingsins hérna í aðdraganda jóla og ég er ekkert búinn að sjá það að það sé allt búið. Þetta er einhvern veginn, einhverju leyti er þetta á höndum þingsins. Hins vegar er það sem að Logi komið inn á og fleiri að þennan vinnustað sem er auðvitað sérstakur. Það eru raun og veru 63 fyrirtæki að inni. Þau eru neydd til þess að starfa saman, þó þau hafa ólíkar skoðanir og vinna mjög náið saman. Og þar alveg er hvert og eitt þessara fyrirtækjana gæsalappa með sínar eigin eineltisáætlanir, jafnréttisáætlanir og siðferði. Þannig að í raun og veru þá snýst þetta að hverjum og einum en ekki að okkur sem formönnum flokka eða einstaka flokki. Nei, svo athyglisvert Sigurður að í stjórnarskránni stendur þingmenn eru eingöngu bundnir af samvisku sinni. Já, og þannig er akkúrat málið, þannig að þetta snýr að hverjum og einum einstaklingi, annars vegar þeim sem eru þáttakendur í þessu máli sem og öðrum. Og það er ekki hægt alltaf verið að draga okkur öll niður á það plan. Það er hver og einn sem verður að taka þessi ákvörðun. Ég var að fylgjast með frétta annálunum áðan og það var auðvitað mjög margt. Það var til þess að ekkert minnst á fullveldið og ekkert á þingvallafundin, hennar fræga. Ég ætla kannski eftir að tala um hann. Nei, ég ætla ekki að tala um hann. Góð hugmynd. Takk fyrir að minna á hann. Langaði samt að segja, því að sveitarstjórnarmál hafa verið í vaxandi umræðu og það voru þetta sveitarstjórnarkosningar og það var minnst á það. Framsóknarflokkurinn er til dæmis næststærsti flokkur á landsvísu í sveitarstjórnarmálum. Það eru margir næststærstir í það? Já, við erum það. Og það sem var mjög ánægilegt, einmitt út af þessari umræðu sem þetta mál endaði og þessari MeToo umræðu og hvað það er erfitt að vera stjórnmálamaður þegar voru að spyrja hérna tengslin á milli persónu og stjórnmálamannsins, þá hefur það augljóslega og það er allan flestir meðvitaður það eða telja svo sé að konur og sérstaklega ungar konur hafi forðast stjórnmál. Þess vegna var ég mjög ánægður að sjá
að í mínum flokki var óvenjulega mikið af þeim. Og bara undir lokin, af því að braggamáli var þarna, ég veit þið kannski komið inn á það, við erum að reyna að efla sveitarstjórnarstigið, gera sveitarfélögin stærri. Ég hef velt því fyrir mér, í vandræðum Reykjavíkurborgar í hverju málinu á fætur öðru, hvort að Reykjavíkurborg sé orðin of stór. Hún hafi ekki yfirsýn í fjármálum. Góð spurning, góð pæling, en við ætlum að fara aðeins yfir í auglýsingar og komum rétt strax aftur. Má maður? Nei. Norðurál notar umhverfisvæna orku til álvinnslu og uppfyllir strangar kröfur umhverfisvernd og vöktun. Álið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Góðir Íslendingar, ég hef óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessum tímamótum. Þjóðin gekk í gegnum mikla eldraun, því samkvæmt stærstu hæfnisrannsókn sem gerð hefur verið á Íslandi, taldi tæplega helmingur landsmanna sig ekki vera heppinn. Sem betur fer hefur okkur tekist að fjölga heppnum Íslendingum 40.000 í ár, en betur má ef duga skal. Góðir landsmenn, verkefni okkar skýrt. Með samstilltu þjóðarátaki og meir en milljarð í pottinum mun okkur takast ætlunarverkið. Íslenskri þjóð til heilla. Fjölgum heppnum Íslendingum. Takk fyrir ævintýralega stundir á árinu. Sjáumst í næsta leiðangri. Air Iceland Connect. Það stór stund á hverju ári þegar við komum heim með flugeldana sem við ætlum að skjóta upp á gamlárskvöld. Næsta skref að finna hlífðargleraugun og setja þau á áberandi stað. Það minnir okkur á að koma slökkvitækinu fyrir innan seilingar. Og þótt aðfangadagur sé búinn, þá munum við eftir því að halda öllum kertum frá eldfimum efnum. Og þá fer nýja árið örugglega að koma. Mannvirkjastofnun. Allianz tryggir þína framtíð. Hjá Isavia starfar fjölbreyttur hópur fólks sem hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi. Frá flugvöllum og starfsstöðvum land allt óskar starfsfólki Isavia þér gleðilegra jóla og farsældar á ferðalögum komandi árs. Hæ, skildu þið skilaboð? Hæ, Sigríður hér. Ég var að senda þér póst og líka SMS, þú varst nefnilega ekki búin að svara fundarboðinu. Heyrðu endilega í mér, takk. Hæ, þú svaraðir ekki símanum með skilaboðu með maili, þannig ég ákvað bara að koma. Það væri bara svo gott að vita hvort þú komist á fundina í næsta mánuði. Já, ég á bara eftir að athuga það. Ég svaraði leið og ég kem í vinnuna í fyrramálið. Það var það 10.000. Já. Það væri bara alveg frábært að fá að vita hvort þú komist á hana fund. Allar. Hæ, ég vil ekki vera að ýta eftir en það væri bara rosa hræðilegt að vita sem fyrst hvort allir komist á fundin. Getur ekki bara... Virðum mörk hvers annars. Vinnum saman að jafnvægi. Ég vil ekki vera að trufla. Með samstöðu hafa unnist margir sigrar, en við þurfum að halda vöku okkar, verja réttindi og sækja fram fyrir mannsæmandi kjörum, jöfnuði og lífsgæðum. Gleðilega hátíð, Alþýðusamband Íslands. Með íslensku áli
verða farartæki léttari og útblástur minnkar. Áleið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Síld, við fórum yfir innlendar fréttir ársins hér áðan, en nú komið tími til að rifja upp helstu fréttir ársins utan úr heimi. Stefán Rafn Sigurbjörnsson, fréttamaður okkar, hefur tekið saman erlendan fréttaanál þar sem loftslagsmál, konunglegt brúðkaup og Brexit koma við sögu, svo eitthvað sé nefnt af erlendum fréttum ársins sem við erum að kveðja. Átök, heimspólitík og náttúruhamfarir einkenndu fréttaflutning af erlendum vettvangi. Það var þó ekki tómt volæði, því heimsbyggðin gladdist meðal annars með konunglegum brúðhjónum og fylgdist með afrekum á sviði vísinda. Eitt viðfangsefni stendur þó upp úr þegar kemur að fréttum af erlendum vettvangi. Donald Trump. 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 Bandaríkjaforseti laginn við að halda fjölmiðlum uppteknum, en sem dæmi má nefna að Donald Trump Bandaríkjaforseti kom 1757 sinnum fyrir í greinum á Vísi, en til samanburðar kom Guðni T.H. Jóhannesson, okkar eigin forseti, 128 sinnum fyrir. Trump hefur átt í brösulegum samskiptum við hefðbundna bandamenn Bandaríkjanna þetta árið. Thank you. Thank you. I like him a lot. Þrátt fyrir að hafa snúið baki við gömlum vinum eignaðast hann nýja félaga, til dæmis á sögulegum fundi með leiðtoga Norður-Kóreu og síðar á fundi með forseta Rússlands sem vakti litla hrifningu heima fyrir. Árið var eitt það versta í sögu blaðamennsku. 53 blaðamenn voru drepnir á árinu og 100 dúsa í fangelsi fyrir það eitt að sinna störfum sínum. Víða þrengt að fjölmiðlum sem meðal annars má sjá á orðræðu Bandaríkjaforseta. A few days ago I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people. Tímaritið Time útnefndi fjölmiðlafólk menn ársins 2018 fyrir að standa vörð sannleikann og lýðræðið. Hið eilífa Brexit-ævintýri gekk sinn vanagang og Theresa May forsætisráðherra sannaði það að hún hefur 9 pólitísk líf. Hið brösulega Brexit-ferli heldur áfram og áformað að Bretland gangi úr Evrópusambandinu þann 29. mars á komandi ári. Hinn hörmulega borgarastyrjöld sem geisað hefur í Sýrlandi hélt áfram. Árið hófst á innrás Tyrkja í Afrin hérað í norðurhluta Sýrlands. Hér lengst frá átökum Mið-Austurlanda bárust fregnir af því að ungur Íslendingur hafði barist við hlið frelsissveita Kúrda. Kúrdi búsettur hér á landi hefur fengið upplýsingar sem renna stoðum undir fréttir af því að Haukur Hilmarsson hafi fallið í loftarásum Tyrkja á búðir Kúrda í Afrin í Sýrlandi. Ættingjar og vinir Hauks hafa krafist aðgerð af hálfu íslenskra stjórnvalda, en enn óljóst hvar líkamsleifar Hauks eru niður komnar. Og önnur átök hafa sett mark sitt á Mið-Austurlönd, en Jemen á barmi hungursneyðar eftir borgarastyrjöld sem hefur geisað þar í tæp 4 ár. Líkur eru þó á lofti en friðarviðræður fóru fram í árslok, en þar samþykktu stríðandi fylkingar vopnahlé í lykilborginni Húdæta. Loftslagsbreytingar myndu á sig með miskunnarlausum hætti á árinu sem endurspeglaðist hvað mest í þurrkum, ítrekuðum hitametum og kjarr- og skógareldum í Evrópu og Bandaríkjunum. Eldarnir í Kaliforníu voru þeir mannskæðustu í sögu fylkisins. Við sjáum reykjarskíðu frá eldinu bara þarna fyrir aftan þig. Hvernig að upplifa þessar hamfarir? Þetta algjör hryllingur. Skýrsla Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál sem gefin var út í nóvember gaf til kynna að þjóðir heims væri langt frá því að uppfylla markmið Parísarsáttmálans. Skilaboðin voru því skýr á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem fór fram í Pólandi í byrjun desember. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction
of much of the natural world is on the horizon. What you want, baby, I got what you need. Nokkur mikilmenni fjallu frá á árinu. Þeirra á meðal eðlisfræðingurinn Stephen Hawking, George Bush eldri fyrrverandi Bandaríkjaforseti, leikarin Burt Reynolds, stjörnukokkurinn Anthony Bourdain, Kofi Annan fyrrverandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, myndasögugoðið Stan Lee og söngkonan Aretha Franklin. Harry Bretaprins og Meghan Markle gengu í það heilaga í maí á þessu ári og heimsbyggðin fylgdist með. Ekki síst voru það djúpt sokknir aðdáendur konungsfjölskyldunar sem vöktu athygli erlendis sem og hérlendis. Rómantísk, auðvitað svolítið erfitt að eiga svona einlæga athöfn með augu alls heimsins á sér. Almenningur fylgdist ekki bara með konunglegum brúðkaupum, heldur einnig afrekum á sviði vísinda. 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed. Í nóvember á þessu ári náði geimfarið InSight að lenda á yfirborði Mars og í febrúar náði SpaceX að skjóta eldflauginni Falcon Heavy á loft og lendi henni aftur í heilu lagi, en óvenjulegur farmur hennar enn á sveimi himingeiminn. Eftir tíðindamikið ár og oft harmþrungnar fregnir af erlendum vettvangi líka gott að rifja upp dýrafréttir ársins til að létta lundina fyrir árið 2019. Þarna endum við í dýraríkinu og við kannski aftur í mannríkið. En burtséð frá öllu öðru sem hefur gerst í heiminum, þá hefur það kannski líka gerst í heiminum að svokallaðir popúlískir flokkar þeim hefur vaxið fiskur hrygg. Já, við sáum Trump þarna sem að... Já, hann kannski ekki flokkur en hann svona kannski talin vera mikill popúlisti sem hann Þorgerður Katrín, við byrjum kannski á þér í þetta skiptið. Með það ástæðan til að hafa áhyggjur af uppgangi þessara flokka og það kannski fylgir líka breyttu umhverfi í umræðum á internetið orðið svo öflugt og svo fremst. Já, tvímælalaust og ég hef sagt það og ítrekað það. Þetta svona mikilvægasta viðfangsefni í stjórnmálana að átta að sjá hvað að gerast út í hinum stóra heimi og þetta smitast að mörguleyti hingað heim líka með vissum hætti. Við erum að sjá ekki bara Trump, við erum að sjá Putin, við erum að sjá Ítalíu fara þessa leið, við erum að sjá Ungverjaland með Orbán í broti fylkingar, Pólland með lög og rétt og það sem að gerast að það verið að vega að grundvallar stoðum hvers lýðræðisríkis og við erum náttúrulega vestræna þjóðir sem að byggja upp ákveðið stjórnskipulag og svo framvegis og það verið að vega að fjölmiðlum til að mynda, það verið að þrengja aðkomi þeirra að því að upplýsa og fræða almenning, segja frá gangi mála og svo náttúrulega dómstólar líka, það verið að þrengja að dómstólum þannig að þetta er mjög hættuleg stefna og þróun sem er í gangi. Ég held að það sé eitthvað sem við verðum að taka og ég bara skora á Hvernig er þetta að taka á því? Ég held náttúrulega fyrst og fremst þegar við erum að sjá það öfgarnir til hægri og vinstri. Við erum að sjá öfgaflokka til vinstri með ýmsum hættum og ákveðnum breytum þar og líka til hægri. Og þess vegna skiptir máli að það sé talað þetta, það sé upplýst þetta og frjálslynd öfl séu óhrædd, sé ekki látin með einhverjum... Má þá ekki gagnálegt að miðjan sé ekki einhvern veginn að ná til fólks? Ég held einmitt Nei, við sjáum það nú bara á síðustu missurum að ég myndi segja með hérna heima eru frjálslyndu öflin svolítið að ná vopnum sínum að nýju, því betur fer. En það er alveg rétt að það er verið að vega. Við erum að sjá markvisst vegið af Macron og varðandi guluvestin að þetta er ekki bara einn hópur sem komin að mótmæla. Hann til vinstri, hann studdur af Putin. Ég nýkomin að fundi frá Bandaríkjum í Washington í desember. Það sem verið að segja markvisst hvernig verið að stjórna og koma að kosningu. Og þess vegna þurfum við hérna heima líka og það umræða sem ég tók við Katrínu varðandi hulduaðila í kosningabaráttu og við erum sammála það. Þetta gríðarlega mikilvægt að kosningar í vestrænum ríkjum
að fylgjast með því hvernig upplýsingum miðlað, hvernig þær fara fram og stjórnmálaflokkar allir verða að vera vel vakandi. Þetta eitt stærsta og hættulegasta málið að mínum að við verðum með fullt af öðrum máli sem við þurfum að leysa. Kjaramálin, það ekki verið að leyfa okkur að tala náttúrulega stærsta máli sem veldur óstöðuleikunum hérna, krónun og svo framvegis, en til lengri tíma þá hef ég verulegar áhyggjur af því að það sé verið að vega að ákveðnu lýðræðisstoðum og það eru öfl sem að sjá hætti því að það hafa Evrópusambandið til dæmis sterkt og vilja frekar smætta Evrópusambandið og Evrópu sem slíka. Og það hættulegt. Óttar maður vísa á þig, Katrín, með þetta? Já, ég vil nú fyrst segja að því Þorgerður segir að fólki sé ekki leyft að tala. Fólki nefnilega leyft að tala á Íslandi hvað sem hvort sem það evruna eða krónuna og það alveg gríðarlega mikilvægur hlut af okkar lýðræðissamfélagi. Ég ætla að taka undir með Þorgerði hins vegar þessar áhyggjur því það sem við erum að sjá í popúlismanum þetta annars vegar öfl og það kannski ákveðin hátt villandi að tala hægri og vinstri í því heldur snýst þetta mjög mikið það sem ég vil kalla valdboðsstjórnmál. Sterka leiðtoga, svo kallaða, sem fara fram með þeim hætti að þeir eru að sundra, þeir eru að skilgreina sjálfa sig sem hluta af einhverju heild og þar með fjarlægja hina sem eru ekki með í samfélaginu. Oft eru það innflytjendur, það geta verið konur, það geta verið ýmsir hópar sem eru jaðarsettir í þessari popúlísku orðræðu sem virkar ekki sameinandi heldur sundrandi. Hún snýst að finna einhvern sameiginlegan óvinn. Og kaupa sér ódýra vinsældir með... Og við sjáum þetta og þetta getur sprottið upp af undirliggjandi vanda í samfélagum. Við getum talað ójöfnuð, við getum talað átök, við getum talað loftslagsbreytingar í því samhengi sem geta verið einmitt jarðvegur fyrir valdboðsstjórnmál af þessu tagi sem eru stór hættuleg lýðræðinu og skiptir mjög miklu máli að við séum mjög vakandi fyrir. En það sem hefur breyst frá þeim tímum þar sem við sáum popúlísku öfl ryðja sér til rúms til dæmis fyrir á 20. öldinni, það eru auðvitað tæknibreitingarnar og það hvernig gervigreindinni markvisst beitt til þess að dreifa fréttum. Við erum með ítrekuð dæmi það. Eitt af þekktasta núna til dæmis bólusetningar, hvernig röngum upplýsingum þær var dreift með hjálp gervigreindar á samfélagsmiðlum. Við erum að sjá það að fréttir sem ekki sannar þær dreifast miklu hraðar en fréttir sem byggja á staðreyndum af því þær höfða fyrst og fremst til tilfinninga og ferðast með öðrum hætti. Og þetta auðvitað stórmál og við auðvitað þekkjum það öll að við erum öll á samfélagsmiðlum og við búum í okkar bergmálsherbergi á samfélagsmiðlum. Það sem jafnvel fólk sem sammála okkur og svo erum við steinhissa á því að enginn sé sammála okkur þegar við löpum hérna út og förum í sundlaugina og hittum allt hitt fólki sem ekki í bergmálsherberginu okkar. Og þetta auðvitað ekki gott eða heilbrigt fyrir umræðinu og þess vegna held ég fyrir okkur stjórnmálamenn alveg gríðarlega stór áskorun að mæta þessu og halda áfram að vinna í því að tala saman þvert á ólíkar skoðanir, ólíka hópa, ólíkar stéttir. Ég held að það sé alveg risastór áskorun fyrir lýðræði. Og popúlismi svona skilgreindur sem skýr og einföld skilaboð til fjöldans við og þið og í nýrri grein Guardian eða greiningu sem kom fram núna á árinu þá var miðflokkurinn, borgaraflokkur og flokkur fólksins og Píratar svona vafaðatrið greindir sem svona popúlískir flokkar. Hvað segir það, Sigmundur? Já, ég las ekki þetta grein. Guardian reyndar popúlist blað á sinn hátt. Það rekið fyrir sjóð sem að gengur út á að dreifa ákveðnum boðskap. Ekki rekið sem fjölmiðill eins og aðri fjölmiðlar. Enda minnst lesna blað Bretlands. En hvaðan það? Þeir búa til einhver svona skilgreiningu í Heldur að Guardian fari fram með fréttir sem ekki eiga sér stóðu raunveruleganum? Heldur að það hafa aldrei gerst. Ég spyr. Ég held ekkert það, ég veit það. En varðandi popúlista skilgreininguna, þá eru popúlískir flokkar í Evrópu núna orðnir stoltir að því að vera kallaðir popúlistar. Þeir líta á sig sem lausnina á vanda og vilja vera kallaðir popúlistar. Þeir séu að höfða til almennings. Fyrirgeðu. En það, sko, fasistar voru líka mjög stoltir af því að vera það sem þeir voru. Já, kommunistar stoltir af því að vera það sem þeir akkurat. Já. Sko, popúlisti einhver sem setur eitthvað fram sem stenst ekki endilega skoðun raunveruleika. Hárrétt. Og það sem fólk vill heyra og boðar það að hann eða hún sé með einu lausnina á öllum vandamálum að setja að leysa þau með því að sigrast á einum eða tveimur óvinum samfélagsins. Þetta mjög góð skilgreining hjá þér, Heimir. Þetta nákvæmlega skilgreining popúlisma og þess vegna miðflokkurinn andpopúlískur flokkur vegna þess að flokkurinn gengur út á rökhyggju að leita skynsamlegustu lausnana og vera opinn fyrir sjónarmiðum
sama hvaðan góðar hugmyndir og lausnir koma, leita að skynsamlegu og rökréttu lausninni. Og þetta á að vera lausnin fyrir stjórnmálin, ekki einhvað svona almennt samræðu stjórnmál og allt þetta. Stjórnmál þurfa að snúast það að flokkarnir bjóði upp á lausnir og svo geti kjósendur valið þar á milli. Vandamálið og ástæðan fyrir því að popúlískir flokkar hafa vaxið eins og þeir hafa gert er það að stjórnmálamenn og flokkar allt og margir eru hættir að þora að stjórna. Það eru myndaðar ríkisstjórnir eins og svo ríkisstjórn sem við höfum hér sem að gengur einhvern veginn út á það bara að dekka sviðið. Við erum einn vinstri flokk, einn hægri flokk, einn miðri flokk og gera svo ekki neitt nema að reyna að jafna út hina flokkana. Það sem að þarf stjórnmál, það sem að kosningar skipta máli. Það sem að menn lofa einhverju og ætla sér svo að standa við það og berjast fyrir því. Það ráðið til þess að losna við popúlíska flokka. Er Sjálfstæðisflokkurinn flokkur í ríkisstjórn, flokkur sem þorir ekki að stjórna í ríkisstjórn sem þorir ekki að stjórna? Nei, við erum það ekki. Ég held við höfum aldrei haft gott dæmi stjórn sem að leggur á stað strax í upphafi kjörtímabils, þarf að setja saman fjárlög á nokkrum sólarhringum og síðan beint í kjölfarið næstu 5 ára áætlun þar sem að við fundum öllum helstu stefnumálum okkar sameiginlegum farveg og vorum þannig á einungis 4 til 5 mánuðum búin að sýna fram á það hvernig við ætluðum að standa við þar áherslu sem við stóðum fyrir í kosningunum. Hins vegar það afleiðing af samstarfi 3 flokka að það þarf að gera málamiðlanir og menn ætti ekki að tala þannig niður til slík samstarfs að það feli í sér dauðan fyrir pólitíkina eða að þannig útvatni mann eigin stefnu svo mikið að það sitja ekkit eftir nema eitthvað svona dauft tevatn. Þetta auðvitað alls ekki þannig. Það þarf líka að horfa á aðstæður hverju sinni. Og líka það kannski að þóra að taka óvinsalega ákvarðanir? Hvað segirðu? Snúa stjórnmál kannski líka það að þóra að taka óvinsalega ákvarðanir? Já, sjálfsögðu. Ég væri mjög þakklátt ef þið myndu þóra almennt að taka ákvarðanir. Já, við tókum ákvarðanum að fella alla tillögur stjórnarandstöðunar og við gerum það bara með stolti. Og það vegna þess að það voru vondar. Það voru vondar tillögur. Það voru tillögur að hækka skatta, að stórauka útgjöldin á sama tíma og tillögur að það væri ekki verið að eyða nógu miklu og þetta lækka skatta. Sjáu hvað við erum nefnilega að skipta Þetta þannig að við erum með ríkisstjórn núna sem að gekk til kosninga með ákveðin megin mál að leiðarljósi eða þar sem flokkarnir fóru fram með ákveðin loforð að styrkja innviðin í landinu sérstaklega. Og það var mjög mikið ákall í samfélaginu það og við höfum ekki bara með okkar fyrsta og öðru fjárlagafrumvarpi komið þeim áherslum í góðar skorður og traustan farveg, heldur erum með sín inn á næstu ár. Þannig að ég bara bend á það þegar menn er að tala að það sé skrítið að 3 flokkar starfi saman, að menn vera að horfa í aðstæðurnar. Og þetta bara þannig Þorgerður, þó að þér líði illa með það. Þetta bara miklu betri ríkisstjórn heldur en svo sem að við sátum saman í. Þess að hún hendist ykkur 1 ár. Nei, hún er sprakk út af prinsipin, það eitthvað sem þið kannast ekki við. Sigur Ingi, það er mikla málamiðlanir til þess að láta svona ríkisstjórn gangu. Eru of mikla málamiðlanir? Hefur þið þurft að slá of mikið af því? Vegatollar, er það því hjartasmál? Ég er mjög sáttur, verandi í miðjuflokki með annars vegar vinstri flokk og hægri flokk með mér og stjórnarsáttmálinn er bara gott í jafnvægi á milli allra þessara flokka. Og það er líka rétt að rifja það upp af því að við erum jú kosin af fólkinu í landinu til þess að vinna vinnuna. Og hvernig var svo skoðanakönnunin í aðdraganda þess að við fórum í þetta stjórnarsamstarf? Jú, hún var þannig að 74% flestir landsmenn vildi sjá Framsóknarflokkinn í ríkisstjórn. Næst komi Sjálfstæðisflokkurinn og síðan Vinstri grænir. Aðrir voru nokkur langt fyrir aftan og sumir mjög langt. Sem fólkið í landinu vildi ekki fá þá flokka. Svo gekk fólk til kosninga og kaus flokka? Nei, þetta var eftir kosningar. Þetta var eftir kosningar. En það hverjir ætti að mynda stjórn vegna þeirra mála sem þeir eru lagt fram. Og við gerðum það og erum að vinna samkvæmt þessum stjórnarsáttmála og við tökum ákvarðanir alla daga, stundum er það óvinsælar. Ég stóð til dæmis frammi fyrir því bara hérna núna rétt fyrir jólin að það stóði á mér all spjót. Ég átti að setja milljarð í 1 og 3 í vegagerð í Árneshrepp. Það átti líka að laga alla öryggisþætti við alla brýr og jarðgöng og þá að laga alla vegi. Þá verðum að bara segja, við erum með plan hvernig við ætlum að gera þetta, en við getum ekki gert allt í einu. Við erum að þessu alla daga. Auðvitað vildu kjósendur annarra flokka frá Framsóknarflokkinn í ríkisstjórn. Hann gerir ekki neitt, skiptir ekki máli. Halldóra, Það er enda rámt. Og það var þessi skoðun. Þetta bara nú honum.
Erla kom inn á það Það breytist eftir að þú komst. Þú hefur þessi ári Katrín mér að fólk, það bara það. Það greinilega. Halldóra, Erla myndist þér á þessa grein í Guardian, það sem að svona Píratar voru sögðu að vera á jaðri þess að vera popúlistaflokkur. Það kom þetta fram sko, það var það ekki í þessari grein að það var upp að 2016 eða eitthvað svoleiðis og svo eftir það ekki. Sko borgaraflokkurinn væri popúlistaflokkur og Píratar hefðu einhver einkenni. Hverjum ekki sama hvað Katrín að segja íslensk stjórnmál. En ég gæti ekki verið meira sama. En ég ætla að fá að svara hvað þetta varðar og þetta er áhugaverð umræða. Og popúlisma kannski. Já, þetta er áhugaverð umræða og hún er mjög mikilvæg og við erum að sjá þetta miklu meira erlendis heldur en hér á Íslandi, en það erum við oft eftir á þegar kemur að því, en við náttúrulega eigum eftir ef að við gerum ekki einhverja breytingar hérna og gæti þetta farið á sama veg hér heima og er að gerast erlendis með þessa populísku flokka. En hérna, hann Guy Standing, prófessor, hann kom hérna einmitt fyrir stuttu og talaði bók sem heitir The Precariat sem hann skrifaði. Og þar hann greinir þetta mjög vel og þarna talar hann sérstaklega að það er vaxandi hópur fólk sem eru á lægri launum, verkafólk, svona það sem kallast blue collar á ensku, sem eru að sjá fram á það að þau hafa ekki sömu tækifæri og þau höfðu fyrir einhverjum árum síðan og eru að horfa til fortíðar og vilja að við förum aftur til fortíðar á þann stað þar sem að þessir aðilar gátu séð fyrir sér í einni vinnu, þú veist, sem að þeir geta ekki gert í dag. Og þessir aðilar eru að kjósa populíska flokkar sem eru að horfa til fortíðar og eru að lofa þeim að við getum farið aftur tilbaka. Á meðan svo erum við líka annan hóp af þessu sem kallast precariat sem eru ungt fólk sem eru að koma úr skóla og eru búin að fá loforð það að þau fara að mennta sig, koma út á vinnumarkaðinn og fá góða vinnu og góð laun þar sem þau geta haft vinnu út sína ævi. En málið er að heimurinn er að breytast. Þetta unga fólk eru að útskrifast, það finnur ekki vinnu og ef það er að fá vinnu þá geta þau ekkert séð fram á að vera í sömu vinnu þar sem eftir er. Þetta fólk er að horfa til framtíðar. En mikið af þessu fólki er ekki að kjósa út af því að það finnur engan sem er að tala þeirra mál. Finnur ekki svörin og þau eru að leita af og þess vegna þurfum við að vera dálítið hugrökk og koma með raunverulegar kerfisbreytingar sem að henta þessu fólki sem að koma til móts við þær tæknibreytingar sem að gerast í samfélaginu til þess að búa til betri heim. Þarna komum við í veg fyrir með því að fá þessa aðila til þess að kjósa jákvæðar breytingar í framtíðina, þannig komum við í veg fyrir það að þessi populísku flokkar fái rísu. En það var mikið hrópað þegar verið að tala að ríkisstjórnin komi engu í verk. Það verður satt að segja eins og fjárlagafrumvarp, þetta var afgreitt með miklu hraði og það virðist ganga allt svona frekar ljúflega. Logi, er stjórnarandstaðan kannski bara á vegg? Stjórnarandstaðan er auðvitað flókið fyrirbrigði, sundruð, við veljum okkur ekki saman. Það eru þarna 3 flokkar sem að vinna mjög að sömu málum, Píratar, Viðreisn, Samfylkingin og nú flokkum flokksins. En fyrst vil ég nú segja það að Bjarni talaði hérna og taldi sér það til tekna væntanlega, að þau hafi fellt öll mál stjórnarandstöðunnar. En gleymið þið ekki að 3 vikum eftir að Bjarni og Katrín og Sigurður greiddu atkvæði gegn tillögu Samfylkingarinnar til dæmis fjárlög til fjármál til heilbrigðisstofnana út á landsbyggðinni, ekki einu sinni, ekki tvisvar, heldur þrisvar, að þá kemur heilbrigðisráðherra og dregur upp úr hatti 549 milljónir og leggur á borðið. Þetta eru skrítin vinnubrögð og þetta eru skrítin vinnubrögð á þeim tíma sem að ríkisstjórnin talar samvinnu þingsins og stjórnarandstöðu. Það er nefnilega engin dyggð að mynda einhverja stjórn sem að hefur innanborðs flokka sem eru á ystu jöðrum stjórnmálana. Það er dyggð að hlusta og tala saman, en ef þú sullar mörgum litum saman í box þá færðu út grátt eða brúnt eða eitthvað svoleiðis. Þessi ríkisstjórn hún í rauninni ekki að svara þeim 30% þjóðarinnar sem telja sig ekki hafa til hnífs og skeiðar. Hún ekki að svara því kalli sem að nú hjá verkalýðshreyfingunni almenn lífskjör. Hún í besta falli að svara því kalli að standa vörð þau kerfi sem þyrfti að breyta. Gjaldmiðilinn, fiskveiðistjórnarkerfi og landbúnaðarmál. En ég ætla að því að við vorum að tala popúlistaflokka áðan,
Það ömurlegt að vera að upplifa þetta ástand í Ungverjalandi, Póllandi, Bandaríkjunum og víðar nú þegar heimurinn er eins stór fjölskylda og við þyrftum raunverulega að halda að vinna saman til þess að ráða niðurlögum þessara mála. Katrín, er þjóðin ekki að svara kalli? Fyrst verð ég nú að segja að því Logi hér að reyna að gera það tortryggilegt að heilbrigðisráðherra nýti þær ónýttu heimildir sem hún á innan fjárlaga. Af hverju samþykkti hún ekki bara okkar tillögur? Af því hún átti þessar ónýttu heimildir sem nákvæmlega þannig sem kerfið á að virka. Nei, það hefði ekkert verið betra. Og mér finnst alveg furðulegt að Samfylkingin geti ekki glaðst yfir því að það sé í raun og veru verið að bæta hér í heilbrigðiskerfið, setja hér heilbrigðisstefnu til langs tíma og taka markviss skref í því að draga úr kostnaði sjúklinga, draga úr kostnaði fólks við að sækja sér læknisþjónustu og þar hafa öryrkjar og aldraðir verið settir í forgang. Og að því Logi vill tala einmitt þetta, þá skulum við horfa til þess að þessi ríkisstjórn, hún snýst annars vegar það að byggja hér upp samfélagslega innviði. Og í því felst að draga úr kostnaði fólks við að leita sér heilbrigðisþjónustu. Í því felst að stórefla barnabætur þannig að þeim fjölgar 2200 sem nú eiga rétt á barnabótum og það hækka verulega. Í því felst meðal annars að hækka persónuafslátt umfram neysluvísitölu, hækka atvinnuleysisbætur, greiðslur og ábyrgðasjóði launa sem skipti virkilegu máli til dæmis fyrir þá sem mistu sín störf núna í hópuppsögn. Þú blæst á gagnrýna Vinstri græn sé orðin blár flokkur. Sömuleiðis vil ég segja það. Ég segi reyndar að því Logi talar brúnt, mér finnst það fallegu litur og það litur í jarðarinnar og það kannski þannig sem ég sé þessa ríkisstjórn, en leið ég að horfa til lengri tíma. Ríkisstjórn jarðarinnar? Við þurfum, jörðin það alltaf gott að hafa jörð, jarðsamband Logi. En það eru fleiri líkir á jörðinni, Inga. En ég ætla að fá að segja það Heimir, að því að við erum aðeins að tala hérna líka lengri tíma og kerfisbreytingar. Hverjar eru þessar áskoranir sem við þurfum að mæta? Ég nefndi loftslagsbreytingar. Ég vil nefna tæknibreytingarnar. Og hvað erum við að gera í því? Við erum til dæmis að vinna að því að greina þær á vettvangi framtíðarnefndar þingsins undir forystu stjórnarandstöðu sem sýnir raunverulegan áhuga á því að tala saman og hlusta og mikil ánægja með. Og í þriðja lagi vil ég nefna einmitt heilbrigðismálin og lýðheilsu. Þetta eru risastórar áskoranir þar sem við þurfum að horfa á kerfisbreytingar. En við erum í rauninni núna, Samfylkingin, á þessu þingi, að tala meira fyrir Inga er svo eina sem ekki fengi að komast hér að þessa umræðu vöxt popúlískra flokka. Þú myndi loga að gleyma þér ekki. En var flokkur fólksins áður popúlísku flokkur en núna kannski orðin sósíaldemokratsk? Ég meina, einhvern tímann, sko, það var kannski að fara að gangi í Samfylkingu. Það var náttúrulega bara þegar við urðum til sem að allir sögðu þetta, sko. Ég kann ekkert þetta að segja nema bara, ég veit bara að vera popúlískur, það er náttúrulega bara að vera rosa vinsæll og eitthvað svona og viðtafði og svona. En ég meina, ég ætla ekki að fara þangað. Mér langar að taka boltann. Fyrsta lagi, þá vil ég náttúrulega alltaf að það sem gott er gert, að það sé að fólki sé hægt fyrir það, ok? Bjarni segir að þau hafi fellt allt sem að hafi komið frá stjórnarandstöðinni. Það er ósatt. Það var eitt sem að þau gerðu virkilega fallegt og það gerðu við öll saman, allir flokkar og Alþingi Íslendinga, að frumkvæði Flokks fólksins, að við vorum að afnema skerðingar af styrkjum til fátækra og öryrkja og það kemur nákvæmlega á morgun til framkvæmda þar sem að þó nokkuð margir Íslendingar sem að búa við bágustu kjörin finna það á umslaginu sínu að þessi ríkisstjórn með þessa stjórnarandstöðu og alla þessa alþingismenn hversu ótraustu og ótrúverðu við erum annars líkt, þá vorum við samt sem áður að gera góða hluti. En það er annað sem mér hótti svolítið dapurt að heyra að segja að þessi ríkisstjórn hafi verið að taka sérstaklega öryrkja og eldri borgara og bera þá að höndum sér því það er alrangt. Og mér finnst líka voðalega furðulegt að tala þessar 536 krónur sem er verið að splæsa í sambandi við persónuafsláttinn, þetta 1% umfram í rauninni þessa lögbundnu leiðréttingu vísitölu sem er alltaf áramót. Þannig í raun og veru við verðum bara að horfast í augu við það, eins og við Bjarni höfum nú tekist á það þegar við erum að berjast fyrir því að afnema skerðingar og launatekjur aldraðra. Við erum búin að leggja fram alls konar greinagerðir og sannanir fyrir því að ríkissjóður græðir á því. Nú erum við ekki að kalla eftir útgjöldum úr ríkissjóði. Við erum að kalla eftir því að gefa fullorðna fólkinu okkar kost á því að það treysti sig til að vinna. Til þess að það koma, núna, þú skalt fá ræðuna þín og eftir það sem þú bankar upp á. En nú þarf ég að fara að stoppa þig líka. Nú þarf ég að fara að stoppa þig líka. Við ætlum að slá að létta strengi. Ég var mjög létt núna. Þú byrjaðir alveg bara, það komið fiðlur í byrjun, en svo var þetta svolítið svona meira hérna. Og við ætlum að halda áfram. Svo varst eiginlega komin hinum megin á Austurvelli. Þú varst eiginlega komin í bústu það. Ég var náttúrulega bara að taka boltann. En við ætlum að halda áfram í sig hérna og fá að heyra í honum herra Hnetusmjöri. Og með honum eru Ásgeir Orri og Egill Spegill. Hnetusmjör, gott mjög, sko. Já.
Þegar við sérist að tár eftir myrkur og ég tygga mér þessa kórón og kligur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilin. Þangað eftir ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Þegar við sérist að tár eftir myrkur og ég tygga mér þessa kórón og kligur. Horf á hana og ég allt þetta skilin. Þangað eftir ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Ég veit ég eyði allt og mikið pening hjá ég. Fuck it, græti alltaf en á pening sjálfur. Ég ekki ég þegar ég vinn ekki. Vona þessi tímabili linn ekki. En einn daginn þá þau og tíska mig. Daginn eftir vil að hata mig. Enginn annan fucking þekkir mig. Hvers vegna mér ekki sama viss ég næði setti smá. Eftir nokkra vikur nokkur ár. Vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég myndi fara langt. En þegar við sérist að tól eftir og ég tygga mér þessa kórón og klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilin. Þangað eftir ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Þegar við sérist að tól eftir ykkur og ég tygga mér þessa kórón og klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilin. Þangað eftir ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Ég opna augun, læt svo nokkra tíma á mig. Fer út og græð á einu kvöldi sem þið græð á mánuði. En eitt partí sem ég nenni, ekki neitt að mæta í en alltaf vilja pening. Á mér drengi sem bara ná í dansum allir. Langar í en okkur langar ekki lengur sömu hlutina. Ég hrókafull og ég veit að vinna í því en ég viss að ég næði settir. Eftir nokkra vikur nokkur ár. Vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég næði settir smá, yeah. Vissi að ég myndi fara langt. En þegar við sérist að tól eftir myrkur ég tygga mér þessa kórón og klingur. Horf á hana og ég allt þetta skilin. Þangað eftir ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Þegar við sérist að tól eftir myrkur og ég tygga mér þessa kórón og klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilin. Þangað eftir ég nóg fyrir ykkur, ég nóg. Nóg fyrir ykkur, ég nóg. Heitir nú hverjunni, baby, bá! Norðurál notar umhverfisvæna orku til álvinnslu og uppfyllir strangar kröfur umhverfisvernd og vöktun. Álið okkar einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Allt sem sparar tíma algjör snilld. Það ótrúlega mikið sem þarf að vera að stúsast sérstaklega kringum jólin. Við hefum nóg annað að gera en að senda svo í bæ með ykkur eyðublöð. Núna geturðu tryggt þig á netinu. Við fækkum flækjunum. Vís. Sendum félagsmönnum, fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum hugheilar jóla- og nýárskveðjur. Félagið Iðn og Tæknigreina. Rarik óskar landsmönnum til sjávar og sveita gleðilegs nýjárs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem nú að líða. BL, Sævarhöfða 2. Bros kostar 0 krónur og gerir daginn betri. Alveg eins og þjónustan hjá okkur. Að dæla, athuga á frostlög eða skipta rúðuþurrkur kostar 0 krónur og já, gerir daginn betri. En einn
alltaf til staðar. Á þessu ári héldum við áfram að fjölga hlöðum vítt og breitt landið. Þannig hjálpum við rafbílaeigendum að minnka kolefnissporið, Íslandi og öllum til heilla. Gleðileg jól og umhverfisvænt nýtt ár. Orka náttúrunnar. Fáðu aðstoð við að hætta að reykja í síma 86030 eða á heilsuvera.is. Aðgangsskarðhöfð í nærveru flugelda. Við erum aldrei í skotlínunni þegar kveikt í flugeldum. Þetta er morgunljóst og kristaltært. Við erum aldrei í skotlínunni og notum alltaf og ávallt öryggisgleraugu. Slysavarnarfélagið Landsbjörg í samvinnu við Sjóvá. Þetta flott. Já. Starfsfólk Alcoa Fjarðaáls þakkar björgunarsveitum á Austurlandi farsælt samstarf á árinu og óskar landsmönnum öllum gleðilegs nýs árs. Alcoa Fjarðaál. Alarm.com þakkar Securitas fyrir frábært samstarf á árinu og býður íslensk heimili með Heimavörn Plus velkomin í hóp yfir 6 milljón notenda heim allan. Alarm.com og Securitas. Íslensk veðrátta kallar á íslenska framleiðslu. Það veit hver jólasveinn. Málning óskar landsmönnum gleðilegra jóla. Takk fyrir að vera okkur samferða á árinu sem að líða. Við óskum ykkur öllum gæfu og gengis á því nýja. Valitor. Við óskum landsmönnum gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi ári. Starfsfólk HB Granda. Þitt eigið leikrit eftir Ævar Þór Benediktsson. Æsispennandi leiksýning þar sem þú ræður ferðinni. Frumsýnd 25. janúar. Miðasala á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið. Leikhúsið þitt. Með íslensku áli verða farartæki léttari og útblástur minnkar. Álið okkar er einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Komið sæl aftur. Það er komið að hefðbundnum lið í Kryddsíld. Við kynnum val, fréttastofu, Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunar á manni ársins og gefum nú Þóri Guðmundsssyni ritstjóra fréttastofu orðið. Meðal þeirra sem hafa sett mark sitt á árið eru Bára Halldórsdóttir sem satt í næstum 4 klukkustundir undir drykkjutali stjórnmálamanna á bar og tók allt upp. Einnig Benedikt Erlingsson, leikstjóri myndarinnar Kona fer í stríð sem hefur sópað til sín verðlaunum á árinu. Elisabeth Margeirsdóttir sem var fyrst kvenna í mark eftir 400 km hlaup í Góbí-eyðimörkinni. Drífa Snædal, fyrsta konan í embætti forseta Alþýðusambandsins. Guðrún Björt Ingvadóttir, fyrsta konan sem náði kjöri sem alþjóðaforseti Lions-hreyfingarinnar og Bára Tómasdóttir sem misti son sinn í helgreipar fíkniefna og fór svo fyrir forvarnaverkefninu Ég á bara eitt líf. Val fréttastofu á manni ársins tekur mið af kraumandi ólgu og vaxandi róttækni í röðum launafólks og víðar í þjóðfélaginu. Tungutækið sem notað sem bergmál gamalla tíma. Það talað auðvaldskerfið, borgarastjættir, proletariat, öreiga, kúgun, arðrán og jafnvel byltingu. Þetta allt orð sem maður ársins hefur notað á árinu. Maður ársins kom eins og stormsveipur inn á íslenskan vinnumarkað, óbreyttur starfsmaður sem bauð sig fram til forystu og ruddi úr vegi þeim sem fyrir voru á fleti. Maður ársins alinn upp í sósíalískri róttækni og með öðrum formönnum nokkurra stéttarfélaga hótar hann átökum á vinnumarkaði. Maður ársins talar tæpitungulaust, svarar kynróðalaust fyrir sig og óhræddur við að láta sverfa til stáls eftir að almenni samningar renna út á vinnumarkaði á miðnætti. Maður ársins Sólveig Anna Jónsdóttir.
Þannig var það. Þá höfum við það. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, velkomin hingað til okkar. Takk fyrir. Við langar svona til að byrja, eins og stormsveipur, komst inn á vinnumarkaðinn, sagði Þórir. En við langar svolítið að byrja á því að varpa svolítið svona ljósi á þig persónulega. Fyrir þá sem ekki vita. Hverjir foreldrar þínir eru? Þetta eru náttúrulega heimilisvinir Íslendinga í áratugi á öldum ljósvakans. Jón Múli og Ragnar Ásta. Já. Sem mitt situr held ég heima núna og að horfa. Já. Þannig ég fæ helst þér, móðum minni. Þú mátt helst þér. Ég veit að þú sagðir henni mjög seint að þú verið maður ársins. Já, ég var hérna í svo hlífin. Ég á það til að vera mjög hlífin. Af því ég baði að halda þessu lendur. Já, þá vandaði ég mig og sagði henni mjög seint. Já, einmitt það. En sko, hvernig það að vera maður ársins? Geturðu lýst? Ég held ég hafi eiginlega aldrei spurt þessari spurningar í þau skipti sem ég hef verið að tala um mann ársins. Ég er bara mjög upp með mér og ég tek þetta bara mjög alvarlega og mér finnst þetta bara mjög merkileg stund. Þú varst alin upp, sko þú sagði mér í spjalli okkar en daginn að þú hefðir verið róttækt barn, hefðir alltaf verið róttæk. Já, það er sagt, jú. Ef það er hægt að tala um börn sem róttæk, þá held ég að ég myndi vera flokkuð sem mitt róttækt barn. Já. Svo leið tíminn og þú varst aðgerðarsinni, þú varst mjög virk í búsahaldabyltingunni fyrir 10 árum. Sannarlega. Og ég verði eiginlega að draga það fram hérna. Þú varst ein af nýju menningunum. Já. Og ég má til með að nefna það að nákvæmlega 2008 fyrir 10 árum, þá varst þú virk í mótmæli fyrir utan Hótel Borg, þar sem við vorum að setja upp Kryddsíld. Þar sem þú núna maður ársins. Það er satt, það er nú alveg pingu skrítið, sko. Þá var ég hérna með manninu mínu og syni sem var þá ungur, kannski fullungur til þess að vera með. Jón Múli það ekki? Jú, Jón Múli. En mér fannst einhvern veginn bara mikilvægt að hann fengi að upplifa það sem var að gerast í samfélaginu. Já, og hversu klipptur nokkuð á okkur? Við duttum úr loftinu, sko. Ég segi þetta fyrir utan Hótel Borg. Já. Kryddsíldin var klipt úr. Nei, ég var ekki þar. Ég var svona með honum og ég ber ekki ábyrgð á köflunum. Það er nefnilega það. Nei. En nú ertu formaður í tæplega 30.000 mannafélagi sem heitir Efling. Já. Og mig langar, þú ert ómenntuð verkakona sjálf, varst í leikskóla þegar að þú bauðst þig fram til forystu. Mig langar svolítið að biðja þeim að draga upp myndaði fyrir okkur. Af því að þarna er fólkið sem væntanlega er með lægstu launin í þessu samfélagi. Fólk sem er að horfa á okkur í dag til dæmis. Nefndu okkur dæmi um það hversu lág launin eru þar sem kjörin eru slökust. Þau eru bara satt best að segja skelfilega lág. Ég þekki náttúrulega leikskólaumhverfi mjög vel, starfaði þar í 10 ár. Fyrir konu í minni stöðu þá erum við að tala um það byrjum 358.000 krónur í laun og þá á náttúrulega eftir að standa skil á öllum sköttum og gjöldum og eftir að húsnæðismarkaðurinn varð eins og hann er þá náttúrulega hljóta allir að sjá að það er bara einfaldlega ekki hægt að komast af á þessum lægstu launum, það er bara ómögulegt. Nú renna kjarasamningar út eftir fáeinar stundir. Akkurat. Upptakturinn, einkum ykkar þriggja í Eflingu, VR og Verkalýðsfélagi Akranes hefur verið þannig að það virðist sem það geti orðið ofboðslega harka og ekkert verði gefið eftir. Hvað eru við að horfast í augu við? Verkföll, gul vesti? Hversu mikil verður harkan? Ég segi það núna, það sem ég hef sagt áður, að ef að viðsemjendur okkur mæta okkur af sanngirni, ef að stjórnmálamenn mæta okkur af sanngirni og viðurkenna það sem að öll hljóta að sjá, að það verður einfaldlega að laga kjör þeirra sem að starfa og lifa sem verka á láglaunafólk á íslensku markaði. Þá eiga hér ekki að þurfa að vera nein átök. En ég lít svo á að krafan okkar 425.000 króna lágmarkslaun í lok samningstímans sé ófrávíkjanleg og við munum að sjálfsögðu bara berjast fyrir því að bara vinna fullnaðar sigur í þeirri baráttu. Hvenær gætu verkföll hafist? Hvenær gætu einhverjar aðgerðir hafist? Það verða náttúrulega einhverjar aðgerðir. Þú ert aðgerðarsinni. Já, þetta er náttúrulega svona eitthvað ferli og það þarf að fara mjög vandlega yfir öll stig málsins. En ef að aðgerðir verða þá er ekkert neitt mjög langt í að slíkt geti átt sér stað.
Ertu að tala lok janúar, febrúar? Ég að tala veturinn í það minnsta. Já. Áður en ég beini, ég ætla að biðja þig að beina einhver yfir, við erum með fjármálaráðherra hér, við erum með forsætisráðherra, við erum með forystufólk flokkana sem sitja á þingi. Mér langar bara að þú svara mig kannski bara í örfáum orðum. Ef þú réði nú yfir Íslandi og fengir að gera það sem þér hentaði, hvernig væri þitt fyrirmyndaríki? Mitt fyrirmynda samfélag væri samfélag efnahagslegs réttlætis og jöfnuðar þar sem að allt fólk fengi að blómstra og rækta hæfileikana sína og að fólk þyrfti ekki að lifa með skugga efnahagslegrar óvissu yfir sér. Ég held að slíkt samfélag sé besta mögulega samfélagið. Sólveig Anna, áður en að þú varpar yfir fáeinum orðum á borði hérna, þá ætla ég að afhenda þér blómvönd, eins og við gerum alla jafna. Og þetta skjal, við erum með Elisabeth, sem réttir okkur þetta. Hér segir að þú ert maður ársins 2018. Takk kærlega fyrir, kæra þakkir. Og svo þetta til að undirstrika enn frekar. Takk fyrir. Og þá ferðum við það heim. Þetta bara ótrúlega fínt og ég bara mjög þakklátt. Og þá bara býði þér að varpa einhverju yfir til þeirra sem hér sitja. Ég ætla þá að fá að nota tækifærið og spyrja þau sem hér sitja hvort að þau myndu treysta sér að því að lifa á lægstu launum, hvort að þau myndu treysta sér til þess að tryggja efnahagslegt öryggi sitt og fjölskyldu sinnar á þeim smánalega lágu launum sem að greidd eru hér í mörgum tilfellum og mig langar jafnframt að spyrja þau hvort að þau sjáu sér ekki fært að stíga fram og styðja við kröfuna okkar 425.000 króna lágmarkslaun til handa þeirra sem hér vinna á einmitt lægstu laununum. Hvort að við getum ekki sameinast í því í þessu ríka landi sem vill kenna sig við lýðræði og mannréttindi að tryggja öllum sem hér lifa og starfa efnahagslegt réttlæti og sanngirni. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Sólveig Anna, til hamingju með þetta og yfir til ykkar. Já, sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, maður ársins hjá Fréttastofu, Stöðvar 2 og Vísis. Vísaði spurningu til ykkar allra og ég ætla kannski að byrja á bara stjórnarleiðtogann og þér forsætisráðherra fyrst að svara spurningu manns ársins á Stöð 2. Ég vil fyrst óska Sólveig til hamingju og þau hafa svo sannarlega látið að sig kveða verkalýðshreyfingin sem skiptir miklu máli. Því það þetta mikilvægt að við tryggjum öllum mannsæmandi kjör. Og ef ég horfi til þess sem hún nefndi hér áðan hvað varðar aðkomu stjórnvalda, þá hefur verkalýðshreyfingin lagt áherslu á tvennt sem ég held að skipti máli. Það þetta húsnæðismálin. Og við erum að treystu til að lifa af lágmarkslaunum. Já, þá þurfum við að horfa fyrir hvað það, þriggjarendar, en fyrir hvað þurfum við að borga. Og eitt af því sem við höfum verið að fara yfir, það þessi mikli húsnæðiskostnaður sem að leggjast einmitt á tekjulægsta fólki, þannig að það næri ekki endum saman á þessum launum. Það næri ekki endum saman, húsnæðiskostnaður hár, meðal annars vegna þess að það skortur á húsnæði. Við erum búin að vera að vinna í þessum átakshópi okkar núna. Það liggur fyrir að vantar 5.000 til 8.000 íbúðir bara til að mæta þörfinni. Það hefur það áhrif að fólk að borga allt og mikið af lágum launum í húsnæði og síðan skiptir máli og það hefur verkalýðshreyfingin lagt áherslu á líka að skattkerfið þjóni því að jafna kjörin og þar sé sérstaklega komið til móts við tekjulægri hópa. Það hafa gagnrýnt að þið komið ekki nógu mikið inn í þetta og stjórnvöld kom ekki til þess að liðka fyrir. Já. Vinstri græn sérstaklega svona svolítið skotið á. Já, nú stendur yfir vinna sem við hefum vonað að fá niðurstöður úr þar sem allir þessir aðilar sitja og eiga að skila af sér í 20. janúar og snýst hvað við getum gert bæði til skemmri og lengri tíma í húsnæðismálum því þetta eins og ég sagði og það líka og ég held við sem öll sammála það enda þetta af lykil áherslum verkalýðshreyfingarinnar. Húsnæðismálin eru risastór þáttur og síðan eigum við vonað því að kynna tillögur hvað varðar tekjuskattskerfið til þess að koma til móts við lægri tekjuhópa og lágmilli tekjuhópa í janúar. Þannig að við erum svo sannarlega að leggja okkar á mörkum því við viljum greiða fyrir þessum samningum, það skiptir máli. Bjarni, þú hefur kannski ekki haft lágmarkslaun nokkur sinni en myndur Jú, ég hef gert það. Ég hef unnið sem bæjarstarfsmaður við að raka grjót upp mold í Garðabænum til dæmis. Núlingur hafa það? Já. En þú og svo var ég að skafa myndur þú treysta þér að lifa á lægstu launum? Ég myndi ekki geta gert það að lifa á lægstu launum með mín 4 börn. Ég myndi ekki geta gert það. Er þetta alltaf til aðri gera það þá? Hvað hátt hlutfall fullvinnandi á Íslandi sem að starfar á lægsta taxta á 300.000 krónum?
Hvað heldur þú, Heimir? Ég veit það ekki. Nei, en það skiptir rosalega miklu máli þegar við erum í þessar umræðu að við gerum okkur grein fyrir því. Og samkvæmt tölum Hagstofunnar, þá það 1% af vinnumarkaðnum sem starfar á 300.000 krónu lágmarkstaxtanum. Það það bil 10% af vinnumarkaðnum sem undir 400.000. Og okkur hefur tekist á undanförnum árum með mjög aukinni verðmætasköpun í landinu að leggja sérstaka áherslu á hærri laun til þessara aðila. Þannig hafa taxtar á 3 ára tímabili verið að hækka og yfir 20%. Og þetta verður áfram verkefnið. Síðan þurfum við líka að gæta okkar á því að spyrja spurninga eins og þessarar og alhæfa að til dæmis lægsti taxti á Íslandi þurfi að duga öllum í ólíkum stöðum. Ef er að ræða hjón, þá eru þau bæði að leggja inn til heimilis. Hafi þau á heimilinu og eigi þau börn, þá koma barnabætur og stuðningskerfi líka inn í myndina. Þessu dæmi stilt upp fyrir einstakling. Ég þekki dæmi einstaklinga sem eru ungir í námi til dæmis. Þeir komast ágætlega af með sínar helstu þarfir með stuðningskerfum stjórnvalda, til dæmis námslánakerfinu, og á það bil þessum töxtum yfir sumarið. Þannig að þetta getur dugað fyrir sumar, en þetta dugar ekki fyrir fólk sem að fjárfesta í fasteign og reka stærra heimili. Það alveg hárrétt. Og við þurfum að áfram að leggja áherslu á hækkun þessara launa. Sigurður, hvað segir þú? Myndir þú geta að lifa á þessum launum? Já, ég held að við höfum flest allavega prófað að lifa á þessum launum. Og sem betur fer nú Ísland land tækifæranna. Við höfum verið að setja upp svona reikni líkan eða ekki líkan vegna þess að það byggir á staðreyndum. Það sem við höfum getað séð hvernig þróun hefur lífskjara einstakra aldurshópa yfir 25 ára tímabil byggt á rauntölum. Og það sem að mér finnst vera áhugaverðast að sjá þar, hvernig menn eiga þess kost á Íslandi að fara úr einni tekjutíund í aðrar og geta dreift sér. Þannig að það auðvitað í þessu eins og svo mörgu öðru að hverju sinnar gæfusmiður upp á ákveðnu marki. Síðan eru ákveðnir hópar í öllum aldurshópum, í öllum starfsstéttum, í öllum svona mismunandi, bara ef við greinum hópa niður á mismunandi hátt, sem hafa það miklu erfiðara en aðrir. Og það hefur við greint í fjölmörgum samtölum við aðila vinnumarkaðar sem átt mjög góða fundi með þeim, að þar hverfist þetta eins og forsætisráðherra kom inn á húsnæðismálin sem við höfum lagt mikla áherslu á. Og þar auðvitað tvennt sem stendur þar upp úr. Og það annars vegar að á leigumarkaðunum, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu, framboðsskortur, alveg ævintýralegur framboðsskortur af ódýru húsnæði. Það margt sem spilar þar inni, of lítið á lóðum, of mikið byggt hérna það sem dýrast en ekki það sem ódýrara. Airbnb hefur haft mikil áhrif. Og þarna verðum við að stíga inn í og búa til markað þannig að ungt fólk og þessir efnaminni geti farið þar inn. Hinn hópurinn síðan þeir og það hefur komið líka fram í könnunum. Það eru mjög margir sem vilja kaupa sitt eigið húsnæði og þá stuðningur ríkisins þar, hann mikilvægur. Við erum með kerfi í dag, þess að við getum nýtt séreignarsparnaðinn. Við höfum verið að skoða það hvort ekki sé hægt að ganga lengra. Töluðum það fyrir kosningar svona einhverja átta, einhverju svo kallar svisnaskóði. Ekki fara með allan. En lykilatriði kannski að ná niður vöxtum í landinu. Þeir eru reyndar í sögulegu lágmarki, en ef við næðum niður 1% stigi, þá það stærsta kjarabót fyrir alla í landinu. Bæði þar sem eru launþegar. Förum kannski aðeins hraðar yfir sögu í fyrirtækjum í landinu. Við spurningunni frá manni ársins á Stöð 2. Inga nú mögulega svo sem hefur kannski mesta reynsluna af því að lifa af lágum. Já, ég óska sannarlega manni ársins til hamingju og mér finnst hún vel að því komin. Ég líti upp til þeirra og þeirra baráttu og þeirra óbilandi hugsjónar sem að þau eru búin að setja fram núna í komandi kjara baráttu þó svo að það eigi nú kannski eftir að mæða leið meira á okkur stjórnmálamönnum. Ég veit ekki hvaðan í veröldinni fjármálaráðherra og Hagstofan fá þetta 1% sig sem að vinna undir 300.000 krónum. Ég bara átta mig ekki á því hvaða formúlu það byggir á vegna þess að þetta svo hafsjór frá raunveruleikanum að það bara eiginlega ég veit ekki hvort það vegna þess að það segja jú, 300.000 krónur í laun en jú, 242.000 krónur útborgað og jú, þetta fólk lifir ekki á þeim 58.000 krónum sem íslenska ríkið tekur í skatta þar sem við erum eitt skattpíndasta landið í veröldinni. Þannig ég segi þessi veruleika firring sem ég finnst einkenna stjórnvöld, hún í rauninni sárara en tárum tæki og nú erum við að ganga inn í nýtt ár, árið 2019
Og við erum hér með tögl og haldir til þess að breyta umgjörðinni, til að koma til móts við fólki í landinu, til að koma til móts við þessa duglegu verkalýðsforingja. Nei, ég er ekki alveg búin núna, nú ætlum ég alveg aðeins að fá að klára. Þannig ég segi, ég segi, við getum komið í veg fyrir það að við klæðumst öll í gulvesti, því ég skal vera svo fyrst að vera í vesti með þeim. En sko, við getum líka gert annað. Við getum gjörsamlega gjörbreytt umgjörn og gert það sama. En sko, nú það auðvitað þannig að það er alltaf gerð Já, ég treysti mig til að lifa að þessum lúsalaunum, því það er nánast ekkert annað sem ég hefur verið skammtað alla mína ævi. En allt í lagi. En nú auðvitað það þannig að það er... En þá getum við bara hafragraut alla dag. Já, en það líka þannig að kjarasamningar gerast auðvitað á vettvangi aðila vinnumarkaðarins og síðan hefur ríkisstjórn eða ríki oft komið að samningum eftir hinn Logi. Bara örstuð því getið ekki að tala svo lengi svo hinn búin að tala þetta mál. Örstuð á þér Logi og svo förum við hinn endan á borðinu. Nei, ég get ekki lifað þessum launum. Ég geti hugsanlega dregið fram lífið en ekki boðið börnunum munum upp á allt það fjölbreytileika sem að lífið hefur upp á að bjóða og ekki boðið upp á það að sækja sér menntun eða náð sér í betri stöðu í samfélaginu, það ég gæti það ekki. Mér finnst kröfu verkalýðshreyfinganna réttmætar vegna þess að þessi hópar hafi verið skildir eftir í samfélaginu. Það eru samtök atvinnulífsins sem þetta verða að bregðast við. Metnaðarfull félagshyggstjórn hefði hins vegar alltaf lagt fram stjórnarsáttmála sem að hefði lagt fram réttlátara skattkerfi og farið í stórsókn í húsnæðismálum að því ekki að nota þetta sem skiptir. Nei, en það er bara í ráðstjórnarríkjum sem betur horfin sem að allir eru á launum hjá ríkinu. Já, bara að svara spurningu Sólveig Örnu sem ég óska innilega til hamingju með þetta kjör. Nei, ég held að það væri mjög erfitt, sérstaklega ef að við ætlum við sem erum foreldrar að reyna að bjóða börnunum upp á það líf okkar sem við viljum bjóða þeim upp á. En ég segi líka að það sem við erum það er hægt að gagnrýna verkalýðsforystuna fyrir að vera herská. Ég mótmæli því sérstaklega við ætlum að fara að tala hér guluvestur. Mér finnst það vont ef að stjórnmálaforingjar ætla að fara að ræða þau. En á móti kemur þá verðum við að hafa kjark til þess að greina og hlusta þessi verkalýðsforystan að segja. Og það er ákall. Það er ákall fyrir ákveðin hóp. Alltaf 30% sem get ekki náð endum saman eiga erfitt með að lifa af frá degi til dags. Og ég held að það mikilvægast að veita fólki skjól og öryggi og það skiptir mestu máli að koma húsnæðiskerfinu í rétt form og ég hveti ríkisstjórnina áfram til þess. En á móti vil ég líka spyrja verkalýðsforystuna, er verkalýðsforystan tilbúin til þess að koma með okkur í Viðreisn til þess að berjast fyrir því að ráðast á rótum vandans og rót vandans er íslenska krónan sem býr til okurvaxtakerfi, óöryggi fyrir heimilin og fjölskylduna fyrst og síðast. Þannig getum við jafnað aðstöðuminn í samfélaginu en ekki aukið þetta misvægi sem alltaf er með íslensku krónunni. Það sendið við til Halldóru Gjörnsson. Ég get ekki svarað þessu á svona stuttum tíma en ég er ótrúlega ánægð með að Sólveig hafi verið valin maður ársins og ég styð þeirra baráttu heils hugar. Ég sjálf hef lifað á mun minna en lágmarkslaunum og ég þurfti að vera atvinnulaus á sínum tíma og ég held að ég fengi undir 170.000 krónur á mánuði borga. Ég þurfti að flytja út minni íbúð með minni dóttur og þurfti að flytja til mömmu. Ég er bara svo heppin að mamma á stóra íbúð og hún gat tekið okkur inn í þennan tíma sem ég þurfti og það er bara alls ekkert allir í þjóðfélaginu sem svo heppnir að hafa það stuðningsnet að geta redda sér eða bjarga sér þegar það gengur illa. Þannig að það á enginn að þurfa að lifa, þetta er svo miklu dýrara fyrir samfélagið allt. Að þessi hópur fólks sem næri ekki endum saman, sem að fara út af vinnumarkaðinum, út af streitu og álagi, fara á örorkubætur sem eru bara mun verri, þarna er fólk bara að skrimta. Þannig að þetta er svo dýr reikningur. Ég væri til í að sjá okkur, reikna út hvað kostar fátækt okkur. Með hvað kostar það okkur að greiða fólki bara almennilega laun þannig að geta séð fyrir sér og sín fjölskyldum. Sigmundur Davíð, þú svarar kannski við þessari tilteknu spurningu og svona, hvað þið þykir valmann okkar á manni ársins? Já, þetta voru mikil tíðindi að hún skildi vera kjörinn formaður Eflingar, þannig að ég skili það val út frá því og hvað var þar svarið við spurningunar, þá er svarið nei, sannarlega ekki með fjölskyldu. En þetta kemur inn á sem að Bjarni nefndi áðan og gerði ágætlega að á meðan við eyðum tímanum í umræðum stjórnmál í einhver rugl þá fara fram hjá okkur málinu sem að skipta raunverulegu máli og eitt af þeim stóru eru kjaramálin. Það er töluverð óvissa þar, ekki hvað síst hjá einni stétt sem að mér finnst algjörlega hafa gleymst undanfarandi mánuð. Eina stéttin sem beinlínis gert ráð fyrir að
verði með minnkandi versnandi kjör næstu árin samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Það eru bændur og fólk sem starfar í matvæluframleiðslu. Í þeirri undirstuðu atvinnugrein, undirstuðu grein byggðar í stórum hlutum landsins, algjör óvissa þessi áramót. Og það var ekkert rætt þetta. Það var ekkert gert í tengslum við fjárlögin. Fjárlögin bara einhvern veginn runni í gegn og þar voru alls konar mistök á mínum mati í gegn vegna þess að menn voru uppteknir að einhverju klausturbar eða einhverju rugli. Og alls konar stórmál skipta almenning raunverulegu máli fara svona í gegn. Síðast í gær, bara til þess að nefna eitt lokadæmi, síðast í gær heyrði ég sögu af því af einni deild af Landspítalanum að þar hefði starfsfólk fengið þá skipun að það mætti ekki opna glugga næstu 7 árin. Og það má ekki nota vatnið úr krönunum. Okkur má ekki opna gluggana? Vegna framkvæmdana, þessara gölnu framkvæmda sem í gangi þar. Enn eitt dæmi það að menn taki óskynsamlegar ákvarðanir vegna þess að ræða ekki... En þú ætlum við bara að spyrja ykkur öll svona loka spurningar og þá ætlum við að reyna að vera svolítið skemmtileg. Reynum að vera skemmtileg. Ekki biðja hið ómögulega. Við erum skemmtilega, við þurfum ekki að reyna. Ef að forsætisráðherra ánum að svara síðast, hann var síðast orðið, hvað þetta var. Þetta svona, hvaða vonir hafið þið til næsta árs, hvað vonið að næsta ár ber í skautistir og hvað ætlið þið bara svona að gera í dag? Þeir eru farið heim hérna og þessu þetta. Byrjum bara hérna á endanum hjá Ingu. Ég þá von í brjósti að við tökum utanum baráttu fólksins okkar og við framkvæmum það sem við vorum kjörin til að gera. Við útrýmum fátækt á árinu 2019 og við gerum það öll sem við saman. Og það nú eiginlega stærsta voni mín og svo þegar ég kem heim að þá náttúrulega ætla ég að elda bestu humorhúsúpu í heimi og ég veit ekki hvað eina sem ég á eftir að gera til þess að gera kvöldið ógleymanlegt og fara svo barnabörnir og sprengjum eitthvað. Fyrst að ég býst við að við fyrir Katrín verður búin að banna okkur að sprengja út á kolefnissporinu þá verður maður að reyna drífa sig að sprengja í kvöld. Ég myndi ekki annað vilja að vatni fengi svona að renna sér náttúrulegasta farveg og þeir stjórnmálaflokkar sem eru virkilega að berjast fyrir félagslegum umbótum fengju að vinna saman. Það verður líklega ekki á næsta ári. Þess vegna vona ég við getum allan að náðu höndum saman svona þjóðfélagsmein eins og til dæmis fíkniefnavanda ungs fólks og ungs fólks almenns. Það getur að minnstakosti gert. Ég ætla svo að fara og hitta gott vinafólk og eftir og hafa það skemmtilegt. Bjarni? Ég bara eins og venjulega mjög bjartsýnn. Ég held að við munum leysa farsælega úr þessum helstu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Það hefum við gert á undanförnum árum. Við hefum farið í gegnum marga erfiða kjarabaráttuna og fundið góða lausn. Þetta samfélag hefur verið í mikilli sókn og verður áfram. Ég sé gríðarlegt tækifæri fyrir Ísland bæði svona í alþjóða viðskiptum, það að segja fyrir útflutningsgreinarnar okkar, ferðaþjónustuna og svo með daginn í dag, þá bara gaman eftir, sko. Ég verði í faðmi fjölskyldu. Þetta meina leiðilega búið? Þetta meina ákvörðurinn hjá þér? Já, sko, menn hérna að reyna að skála við mann eitthvað og reyna að slá að létta strengi og svo fara menn bara beint í skítamálinu og eru bara með einhver leiðindamál sem ekki annað hægt en að rífast um. Ég verð bara í faðmi fjölskyldunar að skjóta upp rakettum í kvöld. Dásalegt, Halldóra? Ég fekk bókina Kaupþinging í jólagjöf og ætla mér að lesa hana núna í fríinu. Og mín von bara svo að við náum að læra af fortíðinni. Það verður ekki önnur Kaupþinging bók? Já, og bara þú veist að við séum, út af því ég sé okkur ekki vera að takast á við raunverulega rót vandans. Og mikið af því bara hugmyndafræðin sem stýrir þessu landi og sem búið að byggja allt í kringum. Og kvöld í kvöld? Í kvöld að þá verð ég bara með vinnum að borða góðan mat og eiga góða samræður. Keyptirðu rótarskot eða raketu? Hvað segirðu? Keyptirðu rótarskot eða raketu? Nei, ég hef aldrei keypt flugelda. En rótarskot? En rótarskot, nei. Nei, ok. Sigmundur? Það verður bara hefðbundin dagskrá með fjölskyldunni. Kannski orðið áramótaskaupið, ég veit ekki, ég hef ekki aðgangar ríkisútvarpinu. Áttu vona að þú komið þar við sögu? Ég er ekki viss. Þetta áramótaskaup ríkisútvarpsins og Jón Gnarr, þannig að ég verði alla vinsælasti maðurinn í skaupi. En hins vegar hef ég ekki aðgangar ríkisútvarpinu, en ég get séð það í tölvunni, þannig að kannski kíkja aðeins í tölvuna. Og hvað svona vonir berðu bara örstutt til næsta árs? Og vonir til næsta árs fyrst og fremst þær, eins og ég fjallaði í grein í Morgunblaðinu, áramótagrein, að við þurfum að tala meira pólitík á nýja árinu vegna þess að það er fullt tilefni til og það skiptir verulegu máli að við nýtum þau tækifæri sem við höfum og þar hlakka ég til vinnunar framundan með fólkinu í flokknum hjá mér sem að
ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka fyrir stórkostlegt ár því að flokkurinn hefur staðið af sér stærsta álagspróf sem að nokkuð stjórnmálaflokkur hefur farið í gegnum í seinni tíð á Íslandi. Ég veit ekki aðra flokka sem hefur höndlað eins vel. Fóruðu bara yfir borði? Takk kærlega til þeirra sem hafa unnið með mér í hlakka til framhaldsins. Þorgerður, hvað segir þú? Hvernig er dagurinn? Kvöldið? Já, kvöldið og dagurinn. Ég segi, mér finnst gaman að vinna á þessu vinnustöð hérna hinum meginn. Þetta fólk hér, þetta er frábært fólk. Það er gott að vinna með öllum þeir sem sitja hér við borðið. Þannig að þetta er búið að vera góður dagur. Hann heldur áfram að vera góður dagur í kvöld. Ég verð heima fann mig fjölskyldunum með heima í Hafnarfirði. Vonirnar næsta árs? Mjög stutt frá Krikanum. Vonirnar til næsta árs? Þær eru blendnar, ef ég að vera alveg hreinskilin. Þú veist, auðvitað á ég að vera hér sem forystumaður í stjórnmálaflokki rosa bjartsýn og það er margt fínt sem er að gerast. Við skulum ekki draga úr íslensku samfélagi. Það er ótrúlega sterkt og gott samfélag í grunninn. En ég lýsi enn og aftur yfir miklum áhyggjum uppgangsafla öfgasinna til hægri og vinstri. Við erum að tekna þetta upp og ég sé þetta þannig frjálslynd öfl á móti svona íhaldssömum, afturhaldssömum öflum og ég held að frjálslyndu öflum verða að standa upp og tala mjög skýrt. Takk fyrir. Standa vörðum lýðræðið. Verðum að halda áfram Sigurður Ingi. Já, ég hlakka til að vinna áfram með þessari frjálslyndu ríkisstjórn að þessari uppbyggingu sem við erum að vinna. Ég er bjartsýnn fyrir hönd þjóðarinnar. Við höfum aldrei verið sterkara samfélag og ég trúi því að við getum náð skynsamlegum lausnum á vinnumarkaðnum og þar af leiðandi komið okkur áfram inn í bara næstu ár. Brunnar beint yfir heiðina héðan? Ég hef aðeins áhyggjur af einu. Það getur líka verið bjartsýnt. Ég held við komumst ekki í gegnum 1 ár enn án eldsumbrota á Íslandi. Náttúran er stærsti félagi okkar á Íslandi og við þurfum alltaf að takast á við hana. Og ég vona að það verði bara svona lítið sætt Heklu túristagos en ekki neitt. Ég er svo gamla að spyrja, ég spyrði alltaf þessu, svo bara beint heim og Hestbak. Svo fer ég beint heim, ekki á Hestbak þessu sinni, en við systkinir höfum haft þann ágæta sið að koma saman og borða kalkuna. Nú er fjölskyldun á þessu stóri, eða tæplega 30 manns. Þannig að ég hlakka til. Og nú ætla að skjóta flugveldum. Já. Katrín, hvernig verður þetta fyrsta lagi? Og planta trjám. Bæði hvaða vonir ber Katrín Jakobsdóttir og forsætisráðherrann í brjósti, kannski helst Katrín Jakobsdóttir til næsta árs og svona hvernig verður dagurinn hjá þig? Ég svona veit nokkurn veginn hvernig það verður en ég finnst þetta gaman að gera. Já, nei, ég vona að komandi kjarasamningar muni fela í sér raunverulegan lífskjarabata fyrir allan almenning í landinu og ég vona að það lukkist hjá okkur að koma með góðar og réttlátar breytingar bæði á skattkerfinu og góðar lausnir í húsnæðismálum sem munu skipta allan almenningi í þessu landimáli. Þannig að ég ber þá von í brjósti. Svo er afmælisdagur ekki í dag? Það er afmælisdagur sonar minns. Hann er 11 ára sem móðir minn sem var nú barnasálfræðingur sagði að væri erfiðasti aldur ungra drengja. Þannig að nú tekur við það ár í lífi míns manns. Já, ég vona það. Þetta er kannski hápunkturinn þetta fyrir mig, en nei, nú ætla ég að fara að hitta fjölskyldu og vini, fagna áramótum og fagna mínum kæra afmælisdreng. Og það gerir öll þjóðin. Við ætlum að skála fyrir 9 ári. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir komuna. Komuna og daginn. Það held ég að erfiðasta það er ekkert erfitt. Við erum hægt. Það er erfiðleikar að baki. Skál. Það er búið. Það er að verða 4. Það eru rétt rúmir 8 tímar eftir á gamla árinu og komið tími til að kveðja. Við á Fréttastofu þökkum gestum okkar og ykkur öllum samveruna í dag og á gamla árinu. Þökkum til samveru á nýju ári. En herra Hnetusmjör er enn hérna með okkur og hann ætlar að taka lag í lokin sem heitir Upp til hópa. Við segjum bara gleðilegt ár og hittumst heil. Upp til hópa. Já. Gang. Hey. Óguð, herra bara að púla upp á 4. Óguð, herra bara að strjóðsaka nótu. Óguð, okkur ætti herra vera rólur. Óguð, herra reykar og við getum sjáum. Óguð, aðrir bara nýrir á mótum. Óguð, ég kan varta háar upp að þér. Skundi þetta upp á sig, fyrir mínur að mýren. Fyrir mínur er góðinn, já. Upp til hópa. Fyrir mínur er góðinn, nei. Upp til hópa. Fyrir mínur er bókan, já. Upp til hópa. Og fyrir mínur bara svo, já. Upp til hópa. Það held ég nú, Cowboys at the table. Það verður að draga bíliðinn hann úti. Það verður að draga bíliðinn. Það verður að fara að sækja. Ég sagði að leggja ekki út á Austurvelli. Það er bara, sérðan hann, það verður að draga hann í burtu á þetta. Og Birgit að lifa. Af hverju bauðstu mér ekki ármáttkvæmstu? Hvað er þetta í gangi? Upp til hópa. Norðurál notar umhverfisvæna orku til álvinnslu
og uppfyllir strangar kröfur umhverfisvernd og vöktun. Álið okkar er einhver grænasti málmur í heimi. Gleðilega hátíð. Norðurál. Hún komin í bíó. Mary Poppins Returns. It's time. Good thing you come along when you did, Mary Poppins. Ein besta mynd ársins. Tilnefnd til 4 Golden Globe-verðlauna, meðal annars besta leikonan Emily Blunt. Practically perfect in every way. Besti leikarinn Lin-Manuel Miranda, besta frumsamda tónlistin og besta mynd ársins. Can you imagine that? Mary Poppins Returns, komin í bíó. Allt sem sparar tíma algjör snilld. Það ótrúlega mikið sem þarf að vera að stúsast, sérstaklega kringum jólin. Við hefum nóg annað að gera en að senda svo til bæ með ykkur eyðublöð. Núna geturðu tryggt þig á netinu. Við fækkum flækjum. Vís.